gefið mér aukna orku til þess að fara í þessa göngu og ganga á fjöll. Daginn eftir þú finnur ekki fyrir neinu, sama hvað þau hefur verið að ganga á fjörðinn hérna og upp á fjöll. Maður aldrei með harspöris. Líka það hvað maður fljótur að jafna sig eftir átök. Tonight, someone in this room is going to be taken. It's a murder mystery party. Oh, this isn't! Guys, make sure you get a piece of this cheese. Those are not the guys that I hired. This is all real. Is this gun real? This is insane! You're gonna have to take the bullet out. A squeaky toy. For the pain. That's smart, huh? Game Night komin í Sambíói. Betra ég heldur en þú? Það mitt, ótrúlegt mál. Ok, þannig getur farið með þennan. Það nefnt að keppniskap í honum. Já. Fæ ég að sjá þetta hana þennan? Já, ég ætla að færa þér. Kemur Kalli mér. Sjáðu þennan mér. Gott kvöld, kæru áhorfendur, verið velkomin með Sport TV inn í Keiluhöllina. Við ætlum að fylgjast með úrvalsdeildinni í pílukasti þriðja degi í þessu stórkostlega móti. Páll Sævar Guðjónsson og Guðmundur Halldór Friðbjörnsson. Nákvæmlega. Góða kvöld í það, áhorfendur. Hérna fyrsti leikurinn okkar í kvöld. Jobbi, hann ekki búinn að tapa hann einum leik og ekki Þröstur heldur, þannig að annað að tapar í kvöld. Já, þannig að við erum að byrja á stórleik hér í kvöld með þessum tveimur taplausum mönnum sem hafa spilað alveg ágætlega og það var nú svolítið óvænt þegar Jobbi tók leikinn í síðustu umferð. Já, klálega. Þannig að það er bara spennandi verkefni sem er framundan að sjá hvernig þetta fer. En mér svona þegar ég talaði við Þröst hérna áðan þegar hann var að koma, hann er nú bara rétt nýkominn í hús, að hann var algjörlega klár í þetta og einbeittur og ætla sér stóra hluti í hér í kvöld. Já, hann síðasti leikur sem hann spilaði og þá tók hann að Halla, minni mig, 7-3 eða ekki. Jú. Og hérna, það var 6-3 eða ekki. 6-3, rétt er það. Ég er nefnilega ætlaði að taka með mér hérna blöðin. Ég sé það núna að ég glemdi síðustu úrslitum þannig að ég kem, en við finnum út úr þessu á eftir, hvernig þetta er allt saman. En hvað segirðu, Guðmundur, hvernig heldur að þessi leikur fari? Hvernig líst þér á þennan leik? Ég ætti að leggja undir þennan leik og þá held ég að Þröstur taki þennan leik. Ég er búinn að sjá hann kasta pílinn núna undanfarið og hann er orðinn miklu öflugri og þéttar heldur en hann var þegar þetta var að byrja. Já. Þannig að hann er greinilega farinn að kasta eitthvað aukalega. Já. En þarna er verið að kasta upp á hvor byrjar og Jobbi hittir í grænan, þannig að nú er pressa á Þresti að ná að fara í rauðan til þess að hefja þetta og það er alltaf mikilvægt að hafa oddaleikinn. Nei, við sjáum það að Jobbi, hann byrjar þetta. Já. Þetta er auðvitað líka kannski maðurinn sem maður kannski býst ekkert rosalega mikið af því að maður þekkir hann ekki nógu vel sko, en svo kemur hann alltaf á óvart og alltaf vinnur hann. Við kannski þurfum bara að taka að veðja á hann orðið. Já.
sérstaklega ef hann tekur þennan leik líka. Já, en ég held að Þröstur miðað við hvernig hann mætti til leiks hér áðan, þá held ég að það sé bara hann ætla að sér þetta. En þetta er ágætis byrjun, þetta er 83 hjá Jobba, þannig að hann er greinilega að setja mark sitt á hann leik strax í fyrsta setti. Já, ég líst vel á hann, þetta verður skemmtilega leikur. Já, þetta verður það, algjörlega. Þröstur fyrir rólega af stað, það er ekki að segja hana. 85. Þetta var 3-0 undinu móti Halla síðast en náði samt að vinna. Já, hann kom heldur betur tilbaka. Jobbi kemur sterkur þarna inn. Jobbi er að byrja þetta bara virkilega vel. Gert, fyrsta tonn 80 kannski. 140, já, þetta er ótrúlega vel gert hjá honum maður. Þannig að þú sér það að hann er komin í 278 meðan að Þröstur er rétt ekki komin niður fyrir 450. Já, þannig að þetta er... Já. Hann er bara búinn að kasta einu sinni Þröstur þannig að hann svaraði þessu strax. Já. 85. Hann er 100 á eftir. En það er stöðuleiki í Jobba, hann er alltaf með eina pílu hérna í 60, þreföldum 20. Kannski ef við útskýrum þetta fyrir sjónvarpsáhorfendur sem ekki þekkja hana leik að ysti hringurinn, sem þessi græni og rauði, það er tvöföld talan sem á sjá á spjaldinu. Hringurinn þar fyrir innan er þreföld talan, þannig að það er nú reyturinn sem þeirra menn er að reyna að hitta í, og græna miðjan til 25 og rauða miðjan er 50. Þú ert með þetta alltaf hreinu. Já, við þykist nú kunna eitthvað aðeins í þessu. Búinir að kasta eitthvað, en sjáu Jobba, hann er alltaf með eina í þreföldum 20 sem er náttúrulega algjörlega frábært. Nú er 117 eftir. 83. 83. Já. En það er sem að hann er komið í gott útskot. Gott útskot, þetta er fínt útskot. Hann hefur töluvert á undan þessum. Þröstur verður að koma með 180 eða eitthvað svoleiðis til þess að hrista hans upp í þessu. Já. En hann er fyrsta píl að byrja vel. Já, önnur líka, fylgir vel á eftir. 140. Þetta er glæsilega gert hjá hann. Virkilega. 114, hann vantilega byrjar á 20. Það er 94, þá fyrir maður þrefaldan 18. En ekki Jobbi. Nei, Jobbi hefur gert þetta svolítið öðruvísi en allir aðrir og hann hefur svona viðurkennt það að reikningurinn hjá honum er ekki alveg upp á 100%. Nei. Hann sagði það í spjalli við okkur að hann væri í vandræði með þetta en þetta er þá bara hans leið og það er svo í sjálfum sér ekkert verri leið en önnur. Það var nú einn pílukastari sem sagði það nú að þú verður að geta tekið út á öllum doblum. Já, þú verður að geta það, sko. En þannig er nú reiknimeistari alveg frábær, Þröstur Ingimarsson, náttúrulega stór breiddspilari líka, þannig að hann þekkir þetta allt saman. Skorar 111 og skilur sér í 24. Hann er svona næstu upp á stalunans. Já, það er tvöfaldur 12. Hann kemur 20 og svo er fyrsta píla útskot í Jobba og þá erum við að tala um 18 píla leika en hefur þetta af. Glæsilegt, já, vel gert sko, vel gert. Það er tekið út 70, þannig að það er bara algjörlega frábært sko. Þröstur veit að hann þarf alltaf að brjóta eitt legg. Já. Svo má hann auðvitað ekki tapa sínu. Nei, þannig að hann verður að nú er þetta 8 leggur sko, þannig að ég segi slétt talað, þannig að það er búið að tapa fyrsta. Þannig að hann verður að passa það að taka þennan legg. Já, það er svona sjá hvort að Jobbi haldi stöðuleikunum. En það getur verið þvílíku létti fyrir kallinn að vera búinn að taka eitt legg og svona koma sér í gang. Já. En þarna enn og aftur er Jobbi með eina tölu í þreföldum 20. Hann var góður maður sem að þegar hann dró mig inn í þetta pílukast árið 2008, minnum ég hefði byrjað þetta. Já. Þá sagði það við mig að 61. Þú þarft eiginlega bara að halda meðaltalinni 63 pílur og vinnur svona 70-80% af pílukastunum í Íslandi. Já. Nú held ég að það sé af og frá. Já, það eru breyttar forsendur. Það eru breyttar forsendur. Já, því get ég trúið. En við sjáum Jobba, hann er 137. Glæsilega þetta er bara ótrúlega vel gert hjá honum. Alveg svakalega vel gert. Það er rosa ánægður með Jobba. Já. Það er alveg saman hvað ég tala niður til hans eða tek lítið margt af því hvað hann gerir. Hann er alltaf að stinga upp í mig. Gæti verið að leikmennir sem er að spila á móti Jobba í þessum nú er þetta þriðja kvöldi hjá okkur. Getur verið að menn sé að vanmeta hann? Nei, ekki kannski þessi pílukastar sem er sérstaklega þessi meira á Suðurnesjum. Þeir eru þetta þekkja hann til, þekkja til hans. Já, einmitt.
En það sem kemur óvart að þetta er umhverfið sem hann ekkert vanur að vera í. Nei. 92 gerði þarna, sko. Já. Þrefaldur 18, þrefaldur 20, þrefaldur 19. Hann er búinn að sýna mikinn stöðuleika í þessu. Nei, þetta er 92 gerði þarna. 92 gerðir. Petra er einhverju vandræði með þetta. 92. Já. Við kannski hlaupum inn og hjálpum til þarna. Já. Það reynum að hérna laga þetta allt saman. En þú séð það til dæmis núna, nú auðvitað byrjaði hann Þröstur, hann er ennþá 300 eftir 9 pílur. Já, það er ekki gott, sko. Nei, en við gleymum því ekki, hann tapaði fyrstu 3 síðast, vann næstu 6. Kom svo tilbaka, þannig að það getur nú allt gerst í þessu. Já. Þetta er nú langt frá því að vera búið. Aðeins, kemur smá feilla á þetta hjá núna. En nú var hann að klikka á þreföldum, hann hittir náttúrulega þrefaldan 1, en það náttúrulega gefur ekki neitt, sko, en þetta er í fyrsta sinn sem hann klikkar á þrefaldi hárri tölu, má segja, 18 og herra, sko. En hann hafði þó þann útreikning hjá honum að hann skildi sér eftir 164 sem er möguleiki út, sko. Já, það er allt hægt, sko, á meðan þú ert með pílunar í hendi, það var allt hægt. 94. Nú fær hann alveg 6 pílur til að taka þetta út, sko. Já. Ég hef ekki séð það að Þröstur sé að taka út 150 þó að hann sé nú ólíkinda tól. Já, hann er ekki að gera það. Nú er honum jobbað fattast flugið. Hann er ekki nema að það með 19 skoraða. Það er ekki nóg, þannig að nú er tækifæri fyrir Þröst til þess að sækja þetta og hann eiginlega verður að gera það. Já, hann ætlar ekki að fara að lenda í einhverjum vandræðum. Nú spurning hvort að byrja 19 eða 20. 20. 20 nú fer hann niður í 19. 20, hann sér ekki þrefaldan 20. 58. 58 skoraðir, 92 eftir, fín tala, frábær tala. Þrefaldur 20 og tvöfaldur 16 fyrir gefið því. 20 getur, hann getur ekki klárað núna. En ég hef nú trú á því að Þröstur taki þetta bara núna. 55. Já, ok. Ég held þetta hefur verið bara 36, þannig að þetta var aðeins betra að hafa 55. Þröstur nú verður að sína hvað getur. Þú varst nú detta í landsliðið. Hann hafði þann 72 árangri. Já, skilur sér til toppnum. Já, 52 kerir, tvöfaldur toppur eftir, tvöfaldur 20. Já, tvöfaldur 15. Þetta sáum við nokkur sinnum, bæði fyrst og annað kvöldi hjá Jobba, hann skilur sér eftir þarna. Já, en þá náttúrulega lendir hann þarna í vandræðum, ef hann fer í einfalda töluna, þá er hann í öllóttölu, þannig að hann getur ekki rétt þetta út núna. Nei. Þannig að þetta eru vandræði, sko, en hann leysir þetta nú ágætlega. 82 skoraðir, það er 8 eftir, 2x4. En ég held að þetta hann fá ekki tækifæri á þessu. Þröstur tekur þetta. Já, þetta var 80 pílu leikur sem við fengum á hann. Já. Fyrstu pílu. Ánægði með þetta. 22 pílur hjá Þresti. Hann held að hann verið örugglega búinn að tapa þessu þegar Jobbi var svo langt undan honum. Já. Við sjáum hvað Jobbi gerir núna. Fín þéttleiki. Já, þetta er gott kast, góð sería, góð kastsería. Já, 45. Það töluvert mikill svona úrliðshreyfing á Þresti þegar hann kasta pílunni. Já, hvernig viltu sjá þetta? Viltu sjá meiri úr höndinni sjálfri, úr arminum? Hann haldi úrliðnum og láti þetta fljóta betur. Eins og í öllu sporti og með óþarfar hreyfingar á hlutunum sem þarf ekki að hafa hreyfingar á, þá þarf að vera ansi góð til að geta kontrolla það. Já. Það er bara eins og í golfinu, sko, það er úrliðurinn, þetta er spurningum að nota handaflið bara, höndin alltaf, halda henni beinni. Þetta er bara svipað. Þannig eftir hún til Þröstur, þetta er búin að mastera þetta alveg. Já, þetta er hans stíl og þú fer ekkert að breyta honum. Það held ég ekki. Nei, engin ástæða til. Jobbi bara að hitta 3x28. Já. 100. En þetta gengur eitthvað aðeins hægar heldur en áðan. Já. Þetta hlýtur nú að fara. Já, menn fara að bæti í. Bæti í svona. 65, 125. Já, vel gert hjá Þresti. Já, nú fer hann að spyrna frá. Lýst mér vel á Þröstin.
Hann oft fengið við nefnið BB. Já. 85. Ég veit svo sem ekki hvort sem ánægð með að ég sé útvarpað því en Nei. hann kemur það bara eftir og... Já. 21. Virkar í Vegas, hann á í steinapelu eftir. 41 gerður. En þetta svona jafn leggur. Já, þetta gengur rólega, menn eru svona aðeins að stilla sig inn, gerir ég ráð fyrir. Þetta er þetta þriðji leggurinn hjá þeim. 41. Hann mjög þéttar pílur hann. Já, Jobb er það er ótt að segja það. En hann hefur ekki náð að nýta það með því að koma fleiri en einni pílu í 3x20 þannig. Þröstuð kom með hann 60 gera. Já. 100. 131 eftir. Jobbi það nú að setja á hann aðeins núna til þess að eiga möguleika því að halda kastinu. Vel gert. Já. 96. Já, fína pílur. Ég spáði því ef Þröstur kláraði þetta ekki núna þá taki Jobbi legginn. Já. Og ekki klára Þröstur. Nei. 51 eftir. Skilur svo eftir í 40. Tvöföldum topp. Já. Nú á Jobbi bara að taka 19. Já, gerir það. 57 gerir. 32, tvöfaldur 16. Virkilega vel gert. Já. Þetta er ekki lengi gert maður. 20 pílur. 89 tekið út. Jobbi tekið þessar 2 leiki sem hann hefur unnið bara nokkuð samfærandi. Já, hann hefur gert það vel sko. En þarna brýtur hann upp það sem við vorum að tala um áðan sko. Að hann átti 100 eftir eða hvað það var hérna í legg númer 2. Nei, fyrsta leggnum. 32. Að hann fer þó strax í 8 tölu til þess að rétta sig af. Hann átti 89 og gerir það bara lista vel sko. Já, Þröstur, hann byrjaði nú ekki vel á leggnum sínum. Nei. En Jobbi svo sem ekkert að gera neitt á móti, þannig að það er allt í lagi. 100. Þá kom það. Þá kom það. Já, þetta er allt saman í stakasta lagi. Það er kannski góða með Jobba hvað þetta varðar. Ég held að enginn af spilurunum sem að spila við hann ná að taka hann úr jafnvægi. Nei. Hann er alltaf jafn, rosalega rólegur og yfirvegur einhvern veginn. 141 þarna hjá, 140 hjá Þresti, virkilega vel gert. 43. Já. Það leit betur út heldur að koma út niðurstaðans. Já. Það er víst ábyggilegt. En ég veit það alveg að Þröstur er ekki ánægður með þessar kastseríur sem hann er að bjóða hann upp á. Þetta er, við sjáum það hann á svipbrigðunum. Já. Þetta er náttúrulega ekki skor sem hann vill, svo við slettum nú aðeins, sem hann vill nota sko. Það sé þetta hver einasti maður. Við erum að sjá fyrsta tonn 80 núna. Nei, 140, frábærar pílur hjá Jobba. Algjörlega frábærar. Já, þetta kemur á óvart hvað Jobbi er öflugur. Hann er alveg ótrúlega rólegur. Já. Og það er engin svipbrigði. Maður áttar sig aldrei á því hvort hann sé sáttur eða ekki sko. Hann er alltaf jafn. 135. Já, góða pílu Þröstur. Vel gert. Já, kom sér í útskot. Já. Enda veit hann mikið af. Jobbi tekur bara tonn 80 á hann kannski. Heyrðu? Já, það getur hann. Nei, hann fer niður. Farðu niður. Nei, 18 bara takk. 18. 140. Já, það er bara... Ef hann er tekið 18 þarna sko, þá er þetta... Já. Átt bara topp reytin eftir. Já. 80 og klára þetta bara. Missum það í... 23. Já. 80 gerðir, 74 eftir. Já. Hvað byrjaði kallinn? 60 bara. Nei, 24 eftir. 18 skoraðir og 60. 18 skoraðir. 20 og toppurinn svo. Óöpinn. Þarna sáu svipriði. Já, þarna sáu svipriði. Og aftur. Já. 26. Þrösturinn, þú tekur þú þetta bara.
74. Já, fer í 14. Já, það er leiðin. Það er eina leiðin. Nei, hann fer í 18. 56 eftir 16 á toppurinn. Já, þetta er alveg leiðið, sko. Sko, tala ekki þegar hann tekur þetta, sko. Ég svona, sko, Þröstur svo sem er alveg snillingur í útskotum, en þarna hefði ég ekki farið í 54 vegna þess að þá ég skilið metri í 10, hann er svo sem alveg góður það líka, en þá maður komin í þessu 8 tölu. Já, vandræði, sko. Já, það er nú málið, sko. En auðvitað menn að hitta þá reyti sem þeir eru heitir í. Já. Sérðu Jobba, 180, glæsilegt. Hæsta mögulega skot, fyrsta 180 hér í kvöld, aldeilis frábært. Fyrsta tilraun af 9 pílu leik. 9 pílu leik, já, hinum fullkomna leik. Já, þetta var aldeilis frábært maður. Já, Þröstur er þó aðeins að kroppa í þetta. 85. Já. Nauðsynlegt fyrir hann að ná í þetta skot. Sáum nú ekki Gústaf úr Grindavík með spjaldi góða, hann er með spjaldi í salnum 180, það er nú verið gaman að sjá það í útsendingunni. Hann þarf að færa sér pilturinn, við vorum að segja nú frá því á eftir. Það sé nú ekki í mynd. Nei. En þetta er nú ekki gott. Nei. Áframhald á 9 píluleiknum. Nei. Þetta er nefnilega málið, sko. Menn á 180 og þá koma menn með einhverja vitleysunna þar á eftir. Klassískt í golfinu, gera að fara á birdie eða einhverju slíku, svo endar einhverju algjöru rugl í hólinu eftir. Þetta er bara sálfræðin. En sjáum Jobba, ég er ótrúlega ánægður með hann að spila það, hvað hann er stöðugt. 140. Glæsilugt. Þetta er alveg ótrúlega flott hjá hann. Hann er komið með 2 sinnum 100 og yfir, 5 sinnum 140 og yfir og 1 sinnum 180. Og við erum bara rétt í 5. ramma. Og ekki er hann eða mörgum pílum í útskot. Nei. 100. Já, fínt. Fína tölur, fína pílur. Svo kemur alltaf eitthvað svona eins. Já, svo kemur það, sko. Hann er ekki að fylgja þessu eftir, sko. Nei, sko. Við sjáum til. 42. Já, hann hefur verið að reyna að sækja fyrirvaldur átján hann. Já, akkurat. Einhvern trippulleik. Eitthvað ævintýri þar. En það er allt í lagi. Hann skal ég segja hefur nógan tíma til þess að klára þetta. Já, akkurat. Þröstur er ekkert að í nálægð. Nei. 103 segja þeir 3x20, 11, 2x16. Það er þetta sendanseli. Nú kemur alltaf ég komið með kennslubókadæmi. Ef hann hefði byrjað í 19 og mistað hann í 3, þá hefði hann átt 100 eftir 8 möguleika. Þarna mistað hann í 1, þá hann 102 eftir, ná ekki möguleika með 2 til þess að gera neitt, sko. Þannig að hann lendir í vandræðum. Þannig að hann hafa að byrja 19. Á úrslita stundu, þegar þú vart að spila titlana, þá var þetta algjörlega lykilatriði að vera með þetta á hreinu. Þetta er það sem maður kannski getur skammast út í hann og hann hefur viðurkennt að þetta er ekki hans sterkasta lið. Nei. 140. Nú fær hann rosa pressu á sig og þarf að taka út 84 og hann þarf að hitta einhvern tripla. Og hann hittir hann, 54. Já, það er 2x15 eftir. Já, hann vil fara þetta niður. Já, gerir það. Þetta er ótrúlega vel gert, sko. Þetta er svona aðeins öðru vísi. Já. 17 píluleikur. Vel gert hjá hann. Já. Þetta er alveg með þetta var ágætt. Eindæmum hjá hann. Já. Hann er búinn að taka 17, 18 og 20. Já. Það segir það, ég er mjög ánægður með þetta í móti. Já. Þú telur þetta vænlegt til árangurs, 17 pílur, 17, 18 og 20 pílur. Já. Það er bara, ég get ekki verið meira sammálaður. Þó að maður vilja þetta sjá 9 og 10 og 12 og 15 pílur alltaf, en það er bara 140. 140. Hann er ótrúlega stöður. Þröstur byrja á 96, þannig að já. Hann er bara skotinn niður strax aftur. Já. Þröstur þarf að bæti í núna. Staðan 3-2. 60. 60 er bara ekki nóg á meðan að Jobb er að henda einni pílu alltaf í þrefaldan. Já. Eða oft og iðulega, skulum við segja. Það er vissu einn leikur sem þeir spilar svolítið söðu með sjó sem er svo kallar cricket sem byggir töluvert á því að hitta í þreföldur reytina í 20, 19, 18, 17. Já, 20 niður í 15. Og þannig er greinilega bara mjög sterkur þar. Já.
Já, Þröstur kemur hana. 140. Já, hans fimmta skipti hér í kvöld. 140 og yfir. Það virkilega vel gert. Þessi í þreföldum? Já, hann í þreföldum 5 bara. Það eru 30 komnir og 5. 35. Það nú súrt að vera með 2 pílur í þreföldum og vegur ekki meira en þetta. 30, já, það það. Sérstaklega í svona móti. En þannig nú þetta spjald sett upp. Það eru lágar tölur sikkur megin við þreföldum 20. Það nú bara stílinn. Og eins með 19 og 18. Það eru lágar tölur sikkur megin við. 96. Já, fína pílur. Já. Það eitthvað líka spurning að sjá hvernig Jobbi tekur þessu, hann tekur þessu bara vel. Já, gerir þetta óopinn. 82 pílum, 60 í gólfinu, við lifum mér að fullira. Já, hann sýnt fram á það. Já. En nú fær Þröstur 6 pílur á þessa 109, sko. Já, hann tekur það. 15, hann 84, 94 eftir. Já, og svo bara 20. Já, óopinn. 34. 36, já. Það leiðréttist. Nei, þetta er ekki rétt. Það var 34. Þetta voru 34, en það sérðu það er ekki búið að færa þetta inn ennþá. 140 á spjaldinu, skildu við þetta í spjaldinu. Sko, það er 8 pluss 34 Petra. Þetta er 16 pluss 18. 34. Já, ég ekki sammála því, en já, hún tekur bara þessu eins og er. Já. Hún fyrir nú ekki að fara í upptökuna og Nei, akkurat. leita eftir þessu. Nei. Þetta er bara partur af þessu þegar að menn gera þetta, en þetta voru 34. Herðu, 73 eftir og þá fer ég nú yfirleitt bara í 19. Þú ferði í 19. Já, hann gerir það líka. Já, þrefaldur 19. 20 búl. Já. Hann verður að taka búlið. Já. Langt frá því. Skilur sér eftir í 36. Já. Þannig að það er 2.18 fyrir Þröst þegar hann kemur aftur. Ef hann fær tækifæri á því þarf að segja. 6 eða 10. Já. 6 og 2. toppur. Æ. 26. Þetta var leiðin hans, jobbaði hann á að brjóta legginn og koma með góða stöðu. Koma hann í tveggja leggja fórustu, sko. Já. Og á alltaf að byrja 2 leggi sem hann á að vinna. Já. Þannig að hann var alveg komið með pálmann í hendunar, en nú bara Þrösturinn. 2.9. Já, tekur það. 36. 20 pílur. Það var ekki mikið fagnir Þröstur núna. Nei. En ég get lofaði að hún léttir svakalega. Já, 3 eftir 6 leggi. Þetta er spurningin, sko. Nú er líka spurningin hvernig Jobbi tekur þessu núna. Nú átti hann að klára þetta og sérðu, nú byrjar hann bara... Nú byrjar hann í vesinni. Sko. Já. Sjáum hvað Þröstur gerir. Tækifæri fyrir Þröst. Þetta er náttúrulega ekki nema 8 skoraðir, sko. 9 skoraðir. Já, Jobba. Þannig að nú er tækifæri fyrir Þröst. Hann er bara þéttast. Það er með síðasta pílan, hann núna fór í hina píluna. Já. Pílugátt að það tínast í hús. Já, Jobbi eitthvað að fatta flugið. 54 gerði í honum. Fyrsta pílar á Þrösti yfirleitt alveg við vírinn, sko. Já. 100 núna. Síðasta pílan stöngin inn. Já. 20 og 5. 85, ágætis Björgun að fá eitthvað almennilegt út úr þessu. Já, hann Þröstur komið með yfirhundina. Þetta er allt í járnum. Hann er ennþá með yfirhundina, nú á hann kastið og er komið lengra niður. Ég veit ekki
Gumi, hvort við þurfum að útskýra þessa grafík eða skiltið sem á skjánum, úrvalsdeildin í pílukasti, þar sem að stendur darts, þetta segir sig allt sjálft. Þeir eru búin að taka 9 pílur til þess að ná þessari stöðu og svo hægra megin við skorið er leggirnir, hvernig staðan er í viðrunninni. Þetta er óskum einfalt, en ég held að sé alveg allt til að ég árétta þetta fyrir byrjendur í að fylgjast með þessu. Já, hann á jobbi nú með þétta pílur en örlítið mikið til hægri. Já, of hægri sinnað. Já, hittir þrefaldan 5. Þetta gengur hægt niður núna þessu stundina. Menn er eitthvað rægir. Jobbið er nú samt að hitta 20 riti núna. Já, það vantar að finna miðið aðeins betur. Já, fín byrjun. 100. Þröstur kom með 5 tonn og 5 tonn 40 pluss. Nú þetta jobbið kannski komið svolítið slæm mál. Nú er hann alveg 180 eftir honum sko. Já. Og hann Þröstur fær núna 6 pílur á þess að 105. Já. 3x20, 13, 2x16. Það er svona einleiðin. Já. 85 eftir, það getur að vera 3x15. Já. 3x10, vel gert. Já, vel gert. Skilir sér til topp. 65. Þetta er það sem að Þröstur er mjög góður í. Hann sækir náttúrulega alltaf á toppinn og hann er ótrúlega útsjónasamur í þeim reikningi. Og það er svo gott að geta haldið ryþmanum. Maður sá það í þessari seríu hjá honum. Að hann héldi ryþmanum í kastinu. Hann vissi nákvæmlega hvert hann var að stefna. Allan tíman. Hann er búin að gera þetta í 20 ár. Já, en ég meina það er partur af því að ná að halda ryþmanum í kastinu. Þurfi ekki að staldra við og reikna sig eitthvað út í þetta. Þannig að þetta held ég að sé bara þetta besta mál. Nú spurning hvort að hann klárar þetta ekki. Ánægður með þessi. 19 pílur. Og búinn að brjóta legginn. Já. Þannig að nú er hann komið með fórustuna og þarf núna bara að vinna sína leiki og þá er hann komið með þetta. Þá er hann komið með þetta sko. Það er nú bara svoleiðis sko. Hér fara veitingarnir út úr húsinu alveg svoleiðis í tonnatali. Já. Enda vinsæll staður Shake & Pizza Egilshöllinni þar sem við sitjum. Já, 59. Fyrir rólega, við opið það nú bara að fara að sína tennurnar. Já. Við trú á því að hann geri eitthvað slikt sko. Nei, hann er ekki að hitta þetta núna. 83. Já, náðu að bjarga sér. Já. Það er bara svoleiðis sem betur fyrir jobba. Það er nú ansi oft sú sem er að lýsa hana eða að telja hana skorið. Hún segir oft the good sister. Já. Hún öskar þetta alltaf í allan sali sem er pílukast. Já. Hún hvetur þetta á íslenska pílukastara. Já. $60. Óheppinn, hann er alveg í, eins og maður segir sko, hann er bara í vírun á þrefaldareitnum í þessari seríu. Þetta dettur inn hjá honum eftir. Það er bara spurning hvort að Þröstur verður komið með einhver afgerandi stöðu þá. En hann er nú ekkert að sína neitt að Þröstur. 83. Nei. Nefnum bara nákvæmlega eins og Jobbi gerði það. Já. En hann er ekkert að gera neitt meira heldur það. Nei, þetta er bara stílinn á þessu. Það er bara rétt að segja af þarna. 331. Það er komin ró og stöðuleiki yfir Þröst. Þetta er fín sería hjá honum. Allt í línu. Allt í línu. Ykkur hálfum millimetr, nei 5 millimetrum ofar, þá var hann í 180. Það er ekki spurt að því. Nei, það er rétt. Það er ekki spurt að því.
81. 8-1, já. Það tekur hann tonn og skilir sér 170 og þá sjáum við mögulega eina og hæsta útskoti sem hægt að taka hérna. 170, eina skipti sem við sjáum það mögulega í 135. Í úrvalsdeildinni. 135, vel gert hjá Þresti. Við hljótum eftir að fá í þessum útsendingum okkar sem að eru nokkrar eftir ennþá. Við hljótum að fá eitthvað svona flott útskot í þetta. Já, tökum við hérna hæsta útskot. 100, fína pílur. Jobbi kemur sér inn í þetta. 185 byrja Þröstur pottþétt á búlli. Grænu þá? Já, það er allavega grænt. Og hann hitti það ekki. Nei. Hitti 15, þá var 120 eftir og svo bara 60 ritinn takk. Þannig, aðja. 55. Þetta er samt fínt. 132, þá byrja Þorgeir Guðmundsson alltaf á búlli líka. Já. Þetta er einliðin líka, 72 eftir. Og hann ætlaði nú að taka, eins og ég kalli þetta stælan á þetta. Doppel 20 og doppel 16. Það er alveg enga síður, ágættis pílur. Bara tvöfaldur toppu núna. Bara 2 í tvöfaldum 20. Ég hefði ekkert að hissa því að Einar Möller hefði reynt þetta sko, en mjög... 60, tvöfaldur 10. Hann reyndi það nú áðan að komast í tvöfaldur 10. Tvöfaldur 5. Það er leiðind að tala eftir. Nei, ekki við þennan mann, ekki við þennan mann. 21 píla, vel gert. Já, stórkostlegt hjá hann. Og nú er hann bara aldeilis að stýra þessu leik. Hann er að stela þessu núna. Þannig að sigur hjá Þresti í þessum leik, þá var hann búinn að vinna þessum leik, þá var hann búinn að vinna leikinn. Já, við sjáum hvað gerist. Sjáum hvað gerist. Þröstur er heldur betur að vakna. Lenti í smá svona, já, hann hérna náði nú að komast ég náði að jafna 2-2. 3-3 og svo hefur hann bara haldið strikinu. Hann er þessi karakter. 80. Já, búinn að vinna síðustu 3 leiki sem að kemur honum í þessa fórustu 5-3. Sá sem er fyrstur að vinna 6 vinnuleikinn. 6 leikir og þá er leikurinn viðkomandi. Sjáum hvað gerist. Vel gert. 119. 119, það er bara aldeilis fína pílur. Það má ekki vanmeta 3x19, það er fínn reytur. Svo kallar rósagarðurinn. Rósagarðurinn góði. Það er einhverjir sem skilja það. Já. Ég hef ekki hitt þann mann í ansinn langan tíma. Nei, hann var á skíðum daginn, ég sá hann á Snapchatinu, hann var á skíðum í Ölpunum. Já, ok. Það er gott hjá Guðmann. Gunni Rós, toppmaður. Já. Bestu kveðið til Gunna, hvar sem hann er staddur. Það er sko, nú er hann að býta frá sér. 100. Já, fína pílur. Hann er ekkert að fara að tapa öðru legg, sko, sem hann byrjar. Nei, hann ætlar ekki að gera það. Hann má það náttúrulega ekki, sko. Já, vel gert. 96. Svolítið átt að vera. Já. Nei, óöppin. 40. Þetta er einu ókosturinn við að vera með þéttapílur. Það er þegar þá hittir endan á einhverju sem er komið niður í spjaldið. Já, það er nú málið maður. Já, við hefum talað um það áður í þessum útsendingum að þegar það er búið að skikja á reytin að fara þá bara einhvern annan. Já, nóg er að þeim. Já, nóg er að þeim. Það geta verið að reyna að gera eitthvað annað. Já, bjargaði sér þarna. Heldur betur. 80 eftir. Nú er spurning út að hann tækir doppel 20 tvisasinnum. Já, ég held að hann fari í 3x20 og 2x10. Það hefur svona verið hans stíl einhvern veginn. Já, Þröstur. Mista hann að það var fyrir 19. Já, 122. 122. Fínar pílur. Hann reyndi þetta, ég vissi þetta sko. Já, þá var það toppurinn eftir. Óöppin. 40. Ég sá það á honum að hann ætlaði að gera þetta. Spurningin hvað hann gerir núna, Þröstur. 114, við höfum síðan að gera þetta áður. Hann tekur 20 rötinn. Skilir sér 54.
Þrefaldur 20. Æ, það 111 eftir þá, og svo fyrir þrefaldur 17. Já, náðu því ekki. Skilur þetta í 74. Já, það fín píla. En hann bara fær ekki tækifæri á þessu. Það bara þannig. Þetta verður 19 píluleikur. Nei, ekki var það. Ekki heldur 20 pílur. Og ekki heldur 21. Já, ekki á honum. En það getur vel verið að þetta endi í... Já, hjá Þresti, sko. Já. Hann getur farið í 20 pílur. Það ótrúlegt hvað hann hefur náðu að siglast fram úr þessu. 54 eða ekki? Jú, 54, 20, 2x10. Já. Ánægður. Og fyrir leiknum, glæsilegt. Ótrúlegur leikur. Já. Ótrúlegur. En ég hefði þó rétt verið með að Þresti myndi taka hann. Já. En Jobbi auðvitað gaf honum aðeins færa á sér þannig. Já, akkurat. En nú spurningi hvort að við fáum Þröst hérna til okkar. Já, Hóa í Þröst. Já, hann kemur til okkar, við þurfum ekkert að ná í hann. Hann kemur hérna til okkar bara. Ok. Þannig að við bara ræðum við hann, sjáum hvað hann segir þetta. Þetta var samt Sjáum hvernig þetta vonum að hann komi hérna til okkar, vonum að hérna, það svo sem ekkert víst, menn eru komnir í eitthvað kjaftavaðal hérna frammi, það verður þá bara að hafa sinn gang. Já, við býðum með viðtöl, við kannski heyrum í honum eitthvað á eftir, við tökum okkur stutt lékum með ekki, fáum okkur smá kaffi og komum svo með næsta leik sem Pétur Guðmunds á móti Þorgeiri Guðmunds. Það verður rosalegur. Hörkuleikur. Fyrstu það sem hann vann, hann vann alltaf sem hann byrjaði. Ég átti alltaf 40 eftir þessi 15 bíl. 15 bíl, ég fekk aldrei sénsinn. Fyrstu þegar við vorum, þá var hann alltaf með eina í þrefn. Alltaf. Það var bara gerðvegg. Svo erfið ástæð. Og við erum liðsfélagir. Það bara... Ég finnst það svo ótrúlega stöður og svo mistan taktinn. Það vantar reikning? Já. Það aftur það sem við sögum útsýningu. Það vantar reikning. Það það sem stýrar á því. Hann betur í kastinu. Já. Röstur kemur til okkar ekki. Sigur, vinnur. Við erum öll inni. Jæja, kæru áhorfendur, verið velkomin með okkur aftur í Shaken Pizza Egilshöllinni, það sem að fer fram úrvalsdeildin í pílukasti. Framundan næsti leikur, við sjáum það hér upp á skjánum. Pétur Guðmundsson, fyrrum körfuboltaspilari úr Grindavík. Verðandi klerkur. Nei, hann ekki orðinn það. Nei. Hann ennþá... Hann í námi. Já, vel gert.
Hún spilar á móti fótboltamanninum, fótboltastjörnin okkar í Vesturbænum. Fótboltastjörnin í Vesturbænum. Þorgeir Guðmundsson spilaði leik Liverpool og KR 1964 þegar að liðin áttust við í fyrsta sinni í Evrópukeppni. Það drýpur sagana hverju strá í þessum leik. Svo þetta var ég að ferðast með þessum ágætamanni. Já, daginn. Við skutluðum bílum í Skotlandi. Já. Og hérna... Þurfum að fara eitthvað við það áður en að leikurinn hefst? Hvernig var þetta? Gekk þetta ekki bara vel? Jú. Eins og við Íslendingarnir við kunnum þetta alveg. Já. Tókuð þið víkingaklappið fyrir fólkið það? Gera það ekki allir Íslendingar? Hvar sem þeir eru að ferðast? Ég get alveg sagt þetta að ég held að eftir þessa ferð að ég leggi nú pílurnar á hliðina. Á hillur og góðu? Já, vegna þess að ég var nær því að hitta skrifarinn heldur en spjaldið. Nei, ég trúi því ekki. Já, við þurfum að heyra þá sögu betur sérna, en hérna, það er bara, það er gaman að þessu. En þetta er gaman að vita og svo er hópur manna, 20 manna hópur að fara til Færeyjar, ekki næstkomandi föstudag? Jú. Þannig að við erum að taka þátt í pílukasti víðsvegar Evrópu. Já, nýkomni menn frá minnum mig að þeir að fara til Litáen. Vítor og Halli og ég held að þeir hafi verið að gera bara fína hluti þar. Já, það er frábært. Aldeilis frábært. Eins og við Íslendingarnir við gerum, við tökum allt með trompi. Já, við erum ekkert með eitthvað hálfkák þegar við tökum okkur til, sko. Nei. Það dugar ekki, sko. Nei, Gústi Bjarnar var að segja mig það hérna, þegar við mætti hérna í kvöld að það er fyrirhuguð ferð 20 manna hópur til Færeyja, taka þátt í mótið þar. Það verður nú aldeilis gaman. Já. Við fáum nú fréttir af því í næstu hérna útsendingu hjá okkur. Klárlega rétt hjá þér og nú er maður að fá hérna alls konar skilaboð og menn að dissa þetta að ég skuli ekki vera að kasta pílu þarna. Já, þú átt ekki að hætta þessum að. Það er, þó á móti blásið, þá náttúrulega sérðu manni til dæmis sem er núna að hita sig upp. 73 ára gamals. Já, þetta er þetta einstakum maður. Einn okkar betri pílukosturum. Fólk verður bara að átta sig á því að ef maður kemst ekki á aðal pallin þá fer maður bara backstage. Já, það er ágætisleið líka. Það er ágætisleið. Herðu, Þorgeir Guðmundsson, hann hefur ekki komist vel frá þessum leikjum, hann er búinn að tapa báðum. Já, að vísu fekk hann auðvitað Vítor í fyrstu umferð og Vítor var alveg rosalega sterkur þá, sko. Já. Og núna síðast þá fekk hann Sigalla. Já. Og þetta eru tveir menn sem eru í landsliðinu. Já. Og Þorgeir reyndar í landsliðinu líka. Já. Og þessi drengur líka. Já, þannig að þetta verður aldeilis frábært. En Þorgeir þarf núna að spyrna frá bakkanum og sigra Pétur í kvöld. Já, en Pétur er líka ekki búinn að vinna leik. Nei, þannig að þetta verður erfitt fyrir þann sem tapar hér í kvöld. Já. Pétur byrjar að búla fyrst. Pétur byrjar að búla og þá kemur það ljós. Já. Þorgeir er alveg hann er sjóðheitur. Tilbúinn. Þetta er reiturinn hjá miðjan er uppáhaldsreitur hjá Pétri. Ég var aðeins að leika mér hérna með honum áðan fyrir útsendinguna og ég spurði hann að því hver væri hans uppáhaldsreitur. Hann sagði miðjan, ég elska miðjuna. Þannig að það er þá komið á hreint. Pétur byrjar og Pétur var að hita hérna upp, var komin hérna vel fyrir útsendingu þegar ég mætti hérna klukkan rétt rúmlega 6. Þá var Pétur að æfa sig á spjaldinu og gerði aldeilis góðar seríur. Þannig að hann ætla nú heldur betur að gera betur en hann hefur gert undanfarin kvöld í úrvalsdeildinni. Hann sagði við mig og búinn að segja að ég lágur einasta kvöldi, býttu bara og sjáðu. 45? Já. Og ég sagði við hann núna þegar ég er mættur, nú þarf þú að sýna mig það sem þú ert að tala um. Já. Og nú sjáum við hvort hann náði því. Byrja á 45, Þorgeir er komin í 30. 50 gerir hjá Þorgeiri. Þorgeir er með þetta. Þorgeir er með þessa gömlu góðu John Lowe pílur. Ég held að hann sé búinn að skipta. Er hann búinn að skipta? Já, hann tók sér til og ég held að hann sé núna með Phil Taylor pílur. Já. Hann ákvað að breyta aðeins til og Við skulum sjá. Greina þetta þegar fyrsta pílan í þessari seríu lendir í spjaldinu. Já. Þetta er John Lowe. Við skulum tala um þetta við hann. Ég er bara að klára því. Þetta er John Lowe. Ég skal setja pening undir þetta. Já, ég get sagt þér það þegar hann kemur hérna eftir sem sigurvegari. Þá byrði hann að sína þér pílunar. Við skulum sjá. En menn fara rólega af stað hér í kvöld. Það ber ekki öðru. Já, hann er komin þetta með 80 gerða. Já, þetta eru menn sem geta gert meira og þeir eiga eftir að sína okkur það hér í kvöld. Það er alveg klárt. Já. Og ég hvet menn að það er ófeimnir að senda okkur skilaboð ef þeir hafa eitthvað skemmtilegt að segja frá. Já, 60, Þorgeir.
Já, menn þurfa nú aðeins, það þarf nú smá tíma til að hitna aðeins á dísilvélinni, Þorgeiri Guðmundssyni. Það þarf nú aðeins meira en 9 pílur en það, held ég. 81. 81 hjá Pétri. Það samt rosalega gaman að ferðast með þessum manni. Já. 140. 140. Gokki var ekki ánægður með þetta, að þetta skildi ekki fara í, síðasta pílan færi ekki í. En þú sást líka það að síðasta pílan í kastinu var þess eðlis að öxlin hjá honum var komið framar heldur en liggur við pílan. Já. Hann alveg datt framfyrir sig. Já. En þú séð að Pétur, hann stendur bara alveg eins og klettur. Já. Hælarnir í gólfið. Já, liggur við þessi svoleiðis, Já. Setur hann press á Pétur bara. Já. Tonn 48 takk. Tonn 100. Já. Menn að hitna, við erum farin að færa til bókar. Já, það byrja Pétur á 20. Það var gaman að sjá hérna í fyrsta leiknum í kvöld, Jobbi á móti Þresti, einu sinni 180. Við höfum eftir að fá meira á þessu hér í kvöld, alveg sannfærður það. Já, vona ég. 57. Já, 60 eftir. Þorgeir, hvað gerir hann? 120, hann fyrir alltaf í 20. Já. Segðu, 60, 10 eða 6. Takk fyrir toppurinn. 1-0. 18 pílu leik. Það hefði verið gaman. Já. Já, hvað gerir Pétur? Hann fer í 20 og toppinn. Það er bara þannig. Það er hans tala. Toppurinn er hans tala. Já. 2x10. Já, hann var langt frá því við pílu 2 hjá sér. Já. En hann reddaði sér. 60. Þetta voru 21 píla. Já. Þorgeir byrjar. En þetta þetta sem Þorgeir bjóst svo sem alveg við að hann myndi tapa fyrsta legg þess að hann fekk ekki byrjan. Já. Þorgeir á að gera núna og það verður þá, frábær byrjun. Það er ekki hægt að byrja þetta betur. 100. Góða pílur. Óheppin, við heyrðum í vírunum þegar það var að kasta, þegar pílurna fóru í vírin og út fyrir þrefaldareitin. 41 gerður. 60 gerður. Já, erfið leið í 60. Já, þetta er svona öðru vísi. Já. Það er betra að gera þetta svona bara. Já, miklu þægilega. En það er gaman að sjá, 81. Gaman að sjá hvað hann er þéttur kallinn. Já. Það er alveg frábært að sjá og þetta er eins og Jobbi á þann að vera alltaf með eina í þreföldum, þá eru menn að gera góða hluti. Já. En ef ég tek aðeins hérna fyrstu tíma, ræðum aðeins þessu Skotlandsför. Þá var held ég þetta 12. eða 13. ferðinni á Þorgeiri þarna út. Já. Og það eru 1000 mann sem koma. Já. Og hann heilsar allavega helmingnum aðeins. Þorgeir er náttúrulega alveg, hann er engum líkur. Kom hann á höndum inn í salinu? Nei, hann sagðist vera hættið því. Já. Það er svolítið ekki skemmtilegt þegar hann kemur lappandi á höndunum inn í salinu. En það er alltaf fullt af sögum í kringum þennan. Já. 135. Og tókum eftir því að ungu mennirnir, þeir dáðust alltaf á honum. Já, þetta er ákveðin fyrirmynd í þessu sporti. Já, bara persóna bara. Já, persónan er sterk. Skemmtileg. Óheppinn. 101. Það var óheppinn þarna kallinn. Já, Pétur getur nú komið sér í góða stöðu þarna. Já, gerir það. 81. 81, já. 85 eftir. Það tekur bara tonn á þetta eða tonn plus. Já, góð byrjun. Þá setur hann smá pressu á klerkinn. Já, 120. Já, fína pílu Þorgeir. Já, Pétur, þá er það búlið, kallið minn, uppáhaldið þitt. Gefur sér tími í þetta. Já, það verður að gera. Þetta er ekki bara 3 síns mér. Jú. Já, og svo tekur hann á 68 eftir. Vel gert. 117 skoraðir. Nú er pressan á Þorgeiri. Já, en við erum að sjá það að báðir leggirnir hafa komist þess eðlis að þeir geti klárað í 18 pílum. Já. Og svo toppurinn. 34. 34 gerð. Píla nr. 2 hjá hennu var Óla. Já. Hún fór í Pétur. Já, hann tekur þetta út. 2x4. Hann gefur þetta ekki.
Nei. Já, ekkert skorað. Ég er bara nú. Sko. Þorgeir setur 19 pílur. Já. Tekur út í fyrsta, jafnar þetta. 1-1. Já, glæsilegt. 20 pílur. 20 pílur. Vel gert hjá honum. Já. En þetta var alveg sko mikilvægur sigur. Mikilvægur sigur að ná þessu. Já, þetta er... Hvað gerir Pétur? Byrjar vel, komin í 80, 1 píl eftir í höndunum á 100. Já, þetta endar ábyggilega í einhverjum 12-15 pílu leikjóðum ef þeir spila svona áfram. Já. Þorgeir fylgir vel á eftir. Glæsilegt. Já. Þetta er hérna, skal ég Þarna þekkjum við þá. Þetta er sko góð auglýsing fyrir Pílukastu Íslandi. Já. Þetta er stöðuleiki. Þetta er sko mikill stöðuleiki. Það fyrir 19. Það er vel gert. Já, vel gert. Hann gerir þetta náttúrulega eins og ég hef alltaf talað um. Hann lokar reitnum. Óöfn. 83. Nei, 57, 77, 86. 86 gerir, já. 86 skoraðir. Að gera að fara yfir þetta í róleitum. Bótan. Ruglaðast aðeins. Já. Þetta er samt ekki hinn frægi Bótan, þjálfari handbolta. Bótan Kowalczyk. Já. Hei. Ef að menn hefðu dottið það allt inn í hug. Gaupi félag okkar, kunningi okkar, hann væri þá á nálum niður í Eskilíð. Nei, þeir voru góða vinnir, Bótan og Gaupi gerðu góða hluti. Já, þeir eru þetta. Hörku teimi. Já. Við erum búin að hrósa þeim. Já, þá kólnar í á dísilvélunum. Já. En nú, þetta er möguleiki fyrir Þorgeir. Já. Það er náttúrulega tonni hana. Já, gerir það. Tróðin á milli. Ótrúlega vel gert. Ótrúlega vel gert, sko. Ég var nú að spila með Þorgeir síðastliðinn mánudag. Já. Og það er hérna skal ég segja, við stólum svolítið á þennan gamla mann. Já, er ekki. Hann heldur liðin okkur uppi. Já. Sérðu Þorgeir? Hann á 77 eftir. Á 77 eftir, já. 57 gerðir. Já, 20, 2x10. Það hefði verið gaman að fá 15 pílu leik. Já, ég sagði þetta. Já. Þetta var á leiðinni. Já. Pétur nær ekki að taka þetta út. Nei. Ef maður gerir það, þá köllum við á dómara. Já. Það er víst ábyggilegt. En þetta er eina sem Pétur getur gert. Það er að henda í þennan reit. Já, það finnir þið. Dæla pílunum hann inn. 68 gerðir. Óöpinn fyrsta pílun í 60 og skora svo ekki meira en 8 á 2 pílum. Þorgeir tekur þetta út. Alveg pottitt. En það er fjarlægis. Nú kemur það. Pottitt mál. Og svo, nei. Það er engar áhyggjur. Nei. Pétur er kaldur, hann er ekki að, hann kemur mér þá óvart ef hann er að klára þetta. Hann hitti fyrstu pílunni síni 18 áðan, 54 og það er það sem hann vil gera núna. 54 vil hann gera, 3x18. Það er ennþá 3x18. Já. Og það er að búl. Já. 122, 18 pílur. 21 píla. 21 píla. Þetta var náttúrulega stórkostlegt útskot. Þetta er stórkostlegt útskot, sko. Svona átt að vera. Þetta var alveg frábært og hann kom mér óvart. Þetta er alveg æðislegt að hann skildi að ná þessu. En þarna Þorgeir Guðmundsson búinn að missa nokkur, hann reyndi 4 pílur á útskot og þetta má ekki þarna. Þetta má ekki þarna, það er alveg klárt mál. Og hann hefði nú aldeilis verið ánægð með það að fá brjóta legg svona snemma í leiknum, sko. Já. Það hefði verið virkilega sterkt fyrir hann, þetta er ótrúlegt að sjá. Þetta er hæsta útskot sem við séð. Já, minni það. Já, það er bara þannig. 122. Allavega í kvöld. Já, en líka bara í þessum kvöldum sem hafa verið. Þetta var 100 var ekki? Jú. Skulum færa þetta til bókar hérna tölfræðina. Skulum ekkert vera að slá slöku við með það.
Nú þarf hann að vippa svolítið. Það náði því ekki. Hann reyndi að vippa þarna yfir. Já, það gekk ekki. Já, fín píla, fín start. Já, 100. Vel gert hjá Þorgeiri. Já, þetta er stöðuleiki. 120. 135. Hann var óhress. Hann var óhress með þetta. Þorgeir þarf að gera að minnsta kosti 60. Já, það er komið. Það var fínt að taka tonn 40 á þetta bara. 100. Já, hann Shanghai eftir. Já. Ég sé að taka þetta 1000 sinnum út. Já, ég sé það líka. Kannski ekki 1000 sinnum, en 999 sinnum. Pétur kemur bara með þetta pílur á móti. Já. 85. Fylgir vel á eftir. Já, hann á útskotana líka. Já. Það fór það, óopinn. Hann hefði viljað 80 eftir. Þetta var áfram Þorgeir minn. Bara hendi í reitinn. Reyndi hann. Ég er vissum hann hefði reyndi hann. Hann var að reyna 220, já. En hann fær nú tækifæri til þess að taka þetta út. 161, það er bara... fyrsta píla klikkaði. Já. Það var game over. Ég hef aldrei, ég verður bara að segja eins og verið, ég hef aldrei getað skilið af hverju menn byrjaði þarna. Nei. Í 160. Nei. Ég tek bara 20 reyti minn og ef ég hitt í 60 reyti. Þeir eru vantilega glæsilegt, Þorgeir. Já, 17 pílur. Þeir eru kannski að gera þetta þannig að þeir fara í 51 og svo fara í triple 20 og double 20 sko. Sem það er sko. Ég veit ekki hvað þeir eru að... Það var dýr ekki einu sinni. Nei, akkurat. Það var að vera búl, þetta var smá útreikningsvitleysa hjá mér. Ég byrja bara í 20. Já, ég bara... Maður þarf að vera ansi góður til þess að ná þessu út í almennilegu sko að byrja á því að fara í þessa tölu. Já, mér finnst. Þorgeir, 9. skiptið í kvöld. 100 stig eða meira. Eða öllu 11. skiptið, hann er tvisvar búinn að fara 140 og yfir. Þetta er vel gert hjá Þorgeiri. 40. Þetta eru flottir leikir sem þið sýnast. Já. Mjög flottir. 60. Já, þetta er ákveðin stöðuleiki. Pétur fann að huglega. Ætla að verða með hugveggju. $60, já. Það er þetta sjálfur sér eitt sem þessi ágæti maður hefur á sínum herðum. Hann er núna driffjöðurinn í þessu að koma þessu upp og vera hérna þegar til staðar til þess að gera þetta kleift. Já. Þannig að hann kannski hefur aðeins meira að hugsa heldur en bara pílukast. Pétur var afbragðs körfuboltamaður og það sem að þessi drengur tekur sér fyrir hendur, það gerir hann með bravur. Já. Það er víst ábyggilegt. Það er bara algjörlega ábyggilegt. Heiðursmaður. Nú er aðeins að jafnast á þeim hann. Já. Þorgeir er ekkert að nýta þetta úrstuð á Pétri. Nei, þannig að nú er lag fyrir Pétur. Nú þarf Pétur að tekka inn. Já, fyrsta bíl að vara. Já. Það reyndi hann 105. Já, hann gæti nú klúrað um þessu. Nú getur hann ekki tekið út, en Þorgeir svo sem er ekki að gera góða hluti. Nei, hann er ekki að fara að gera neitt þarna. 10. Þetta er náttúrulega alveg fatalt. Hann fyrir bara að fara úr myndbráðum að koma svo langt til hægri. Akkurat. En skilir þetta í 170. Já. Það er nú tala sem að hann er búinn að taka út á móti frægum pílugösturum út í heimi. Já. Hann hefur gert það. Nú skulum við sjá hvort hann 59. Hann hafi það af núna. Hann ætlar að spara það. Já. En hann þarf samt að skora ágætlega til þess að setja smá pressu á Pétur. Já. Það er víst ábyggilegt sko.
Jæja, Pétur er bara einfalt skor. Triple 20, double 20. Jæja, 85 metrir. Já, það var toppurinn. Já. 122, 21 bíla. Ótrúlega vel gert, maður. Ótrúlega vel gert. Þetta er ótrúlega útskot hjá pilturum. Hann er kannski að fara að standa við stóru orðin sem hann er búinn að segja með síðustu 3 kvöld. Já, hver veit. Hver veit, sko. 45. Hann byrjar rólega. Já, þetta fer rólega á stað hjá þeim. Nú þarf Pétur aðeins að bæti í þetta. Já, gerir það. Svarar kallinu. Nú þetta verður Þorgeir að passa sig að Pétur ná ekki yfir hendinni. Já. 85. Þannig að hann verður að finna upp sparkastið. Hvað er Þorgeir að gera það? 29. Já, þetta er allavega rólega heitum hjá honum. Já. Nei. 45. Þetta er óvenju rólegt hjá hann. Þetta er óvenju daburt. Já, þetta... 41. Þorgeir er alveg hyglumorinn. Maður hefði nú viljað sjá kannski Þorgeir fara bara niður í 3x19, en það er nú kannski ekki hans stíll. Það er óútreiknanlegur stíllinn hans Þorgeirs. Já. Hann er með reynsluna í þessu og hann á fullt af tölum hann. Sko. Já, hann á það sko. Fínt hjá Pétri. 100. Já, hann er núna að setja press á Þorgeir að Þorgeir vill ekki tapa þessu leik. Nei, hann má ekki gera það. Já, 22 gerir. Það er að koma... Það er 41 var ekki? Það er að 41. Já, ég held það. Já, Pétur, hann þarf að gera eitthvað núna. Fyrir 5. Já, 65 komnir. Já. Eitthvað litið meira. 125. 101 eftir. Þorgeir þarf að gera meira heldur en tonn. Já. Ekki byrja það gefilega. Nei. 16. 36. Þorgeir má bara ekki missa hausinn. Nei. Hann er maðurinn sem getur... Nú er lag fyrir Pétur. Búinn að taka út 122 og 100 í síðasta legg. Hann byrjaði á þessari skrýtnu tölu. Já. Ég er bara ekki alveg átt að má þessari. Nei, hann þarf ekki að stressa á þessu hvort þið er. Hann fær tækifæri til. Já. Þorgeir er ekki alveg í takt núna. Það verður bara að segjast alveg eins og er. Já. 38. Hann er að hitta í vitlaus að tripla. Já, triplarnir er ekki að detta með honum. Þannig að Pétur getur róað sér niður. Hann á 6 pílur til þess að taka þetta út. Já. Og þarf ekki nema 2. Nei. Game shot. Já, gerir það. Sko. 20 pílur. Vel gert hjá honum. Hann er alveg veifa salnum og einhver smá viðbröð. Já, það er bara flott sko. Þá er Pétur búinn að vinna 2 leggi í röð. Já. Og staðan orðin 4-2. Nú þarf Þorgeir að bara snúa þessu strax við. Já, Þorgeir var hérna fyrir þennan legg áðan, var hann búinn að gera 11 sinnum 100 og herra. Þá meðan að Pétur var búinn að gera það 6 sinnum, en nú er Pétur búinn að gera 10 sinnum 100 og herra. Já. Þannig að hann hefur verið að sækja heldur betur í sig veðrið sko. Það er það sem að kannski Pétur hefur fram með þarna, hann er að taka út Já, hann er að taka hann út alveg ótrúlega flottar tölur, 122 í 3. leggnum og í 5. leggnum 100. Þetta er algjörlega frábært. Já. Það komið stemning í hann. Það er stemning í hann, það er rjúkandi stemning í kallinu. Nú er bara spurning út að Þorgeir sé nokkuð að missa sig út af þessum mótlæti. Það var glæsilegt Þorgeir. Já, hann varð að gera þetta. Það var ekkert annað í spilunum sko. Það er klálega rétt. Það var bara ekkert annað í spilunum.
Sko. Pétur allar ekki þarf að stoppa sig. Nei. Þetta annað tonn 80 í kvöld. Nei, nú hugsa hann. 120 komnir, það eru 179 eftir. Já. Það tekur hann 19. Ég ánægði með hann. Vel gert, taka 19. Flott. Já. Læsilega. Þetta rosalega vel gert nú. Sérðu hvað hann á eftir? Já. Útskoststöluna sína. Já. Þetta ótrúlegt. Kemur hérna miklu snillingur Siggi Alla í hús, maður. Hann mættur. Hann mættur, kallinn. Nú reynir hann aftur. Sko, ok, nú kemur það smá afturbúl. Þetta bara fyrir sjónvarpið. Já. Ef hann hefði verið bara að spila upp á spjaldi einhvers staðar út í húsi, út í bæ, þá hefði hann tekið 10, af því að Þorgeir á ekki séns að taka þetta út. Nei. Þannig að þetta er mjög heimskulegt að gera þetta þegar maður á svona mikið forskot. Já. Þetta var bara sýndameska. Já. En allt fyrir sportið, allt fyrir áhorfendur. Virðum það. Nú klúrar hann þessu. Nú klúrar hann þessu. Hann á nú 31 eftir. Já. 15. Já, það er þetta. Já. Sko, nú vona ég svo innilega að Þorgeir Guðmundsson taki út 150 og segi svo við Pétur, heyrðu kallinn minn, þú gerir þetta ekki aftur. Nei. En því miður. Mér verður það ekki ósminni. Nei. 41. En við munum örugglega hafa orð á þessu við hann Pétur þegar hann kemur hérna í viðtal og eftir. Já. Ef hann vinnur. Ef hann vinnur. Tvöfaldur 6. Tvöfaldur 3. Svo leiðilega að tala. Já. Við köllum hann að Bibi. Já. Þröstur er mjög góður hérna í þessu tölu. Já. Þorgeir Guðmundsson. Læsilegt. Nú taktu þetta nú út. Taktu þetta út og sýndu okkur hvernig hann á að gera þetta. Já, aðalega bara sína Pétur í hvernig hann á að ekki gera hlutina. Nei. 87 gerðir. 87 gerðir, það eru þá 20 og 2 eftir. Tvöfaldur 11. Þorgeir koma svo. Klukkan slær 3. Já. Læsilegt, Þorgeir Guðmundsson. Læsilegt, 109. Hvað voru þetta marga pílur, sástu það? Nei, tóku ekki eftir því. Ég bara fylgdist ekki með því. 21 píla held ég þetta hafi verið. Þorgeir að byrja. En þetta er útskotið, þarna kom að því. Hann tók þetta út. Já. Eins og ég sagði, þetta var fín refsing á Pétur. Maður gerir ekki svona. Nei, maður gerir nefnilega ekki svona, sko. 100. Þorgeir byrjaði bara vel. Já, hann nú... 11, 12, 13 sinnum 100 á herra. Nú, hérna, eins og sagt ég, nú er komið blóð á tennunar. Já. 100. Hann svaraði þess að Pétur. Já. Vel gert. Já. Það var nú ekki nógu gott. Nei, þetta var ekki gott. En það er eins og þú segir, það er allt til að vera góður í pílukasti, en þá gerðu þetta rétt. Það tryggir gæðin, sko. Þetta er svona, maður þarf aðeins að bera virðingu fyrir spjaldinu. Já. En að samanskapi, hefði þetta heppnast hjá honum. Þá hefðu við alveg öskra og æft og hrósa honum alveg. Og gera það í annað sinn, sko. Já. Í sama leiknum. Já. Það hefði verið alveg frábært, sko. 60 í gólfinu. Þetta kallast 60 í gólfinu, já. 40. Nú er bara spurning hvort að Pétur hafi fipast eitthvað við það að tapa þessu. Það er nefnilega spurning, sko. Ég get alveg lofað því að það mun glimmi í hausnum á honum þessar athugasemdir mínar. Já, það er nú málið, sko. Það er pressan að vera í sjónvarpinu að við höfum ansi mikið vald til þess að tala til þessara drengja og ég veit að þeir horfa allir á þetta eftir á til þess að sjá hvað við erum að segja, sko. Já. 123. Og hvaða athugasemdir við erum með. Já. Það er nú málið, sko. Þorgeir komin í gang aftur. 83, 145 metrir og 142.
Sjáum hvað setur. Hann reyndi þarna aðferðafræðin að taka 2 sinnum 51, skilja eftir toppinn. Já. Það er skemmtileg leið. En það sem er magnaðasta við það að ég veit ekki hversu oft hann er búinn að reyna í þessu setti að taka 3x17 og aldrei hitt. Já. 83. Það er málið. Já. Já. Þorgeir situr bara tónn á þetta. Þorgeir situr bara rólegur að þessu sko. Já, hann heldur áfram bara þarna uppi. Já. 60. Óöppinn, þetta var stöngin út. Já. 59, 19 tops. Já. Þetta er einfalt. Þetta Pétur hann á að taka legginn tilbaka. Nei. 16. Og toppurinn. Nei, ekki gegn það. Já, Þorgeir, 3x15 og toppurinn. Hvað með þetta? Ekki öðruvísi. Hann fyrir þessa leiðina. Hann fyrir þessa leiðina. Ára 16. Já. Það tekur svo bara búlið. Þetta er svona neyðarleið. Þannig að hann fær hann allavega eina píl í útskot. Mögulega. Og tekur það glæsir. 85, 21 píla. Bara pílur. Já. Nú búið jafna leikinn. Já. Þetta er sjónvarp eins og það gerist best. Já. Það er víst ábyggilegt. Klálega rétt hjá þér. 30. Þetta er að stuða Pétur síðustu 2 leikir. Já, þetta er heldur betur að stuða hann sko. 43. Hugsanlega 3 leikir eftir í þessum leik. Tíminn einlega er ljós. Hvað er verða margir? Nákvæmlega. 55. 55, menn eru bara rólegir. Hætt að telja, þetta er ég, eins og maðurinn sagði. Nákvæmlega. Já. 5. Þetta er rekord low. Þeir eru konið með 6 pílur og ekki konið niður fyrir 400. Það er óvenjulegt að þessum munum. Já, þeir eru ekki búin að sýna þetta. Nei. En það sýnir það að þeir eru mannlegir. 60. Og nú er bara spurning hver tekur á skarið undan og þá er hann nú aldeilis komið með pálmann í hendina ef að Þorgeir gerir það. Já. 100. Sko. Þetta er akkurat það sem við vildum. Þetta er það sem við vildum og það sem leikurinn þurfti. Já. 55 gerðir, já. Þetta gengur rólega niður núna. Það er eins og að sé ykkur spenna sem hafi greipið sig meðal þessara leikmanna. 28, 55 og 28. Þetta er bara eins og á leikskólanum. Jæja. Fauk þá í Pétur. Hann talaði eitthvað við pílutinn hann. 180 annað sinn í kvöld. Bravo Pétur. Þetta er svona að gera þetta. Já. Svona svara maður gagnrýninni. Ekkert öðruvísi. Þetta er stemningin einn. Sjá 180 sjónvarpinum. Það er 60 gerðir. 60 gerðir. 121, þá byrjar upp í Pétur minn. Byrja uppi, já. Sérðu nú reynir hann aftur. 51 og ætlaði að fara í einhvern leik aftur. Nú er hann. Þar var hérna Þorgeir Guðmundsson í 265 sko. Hann hefur allan tíma fyrir allan tíman í heiminum til þess að klára þetta. Og þetta er Pétur örfundur spilari, þannig að hann vill vera vinstra megin. Ef hann er ekki á topnum, þá vill hann vera vinstra megin. Hann vill ekki fá að þurfa að skera að fara yfir á hægri vænginn í spjaldinu. Þannig að þetta er frekar líklegt til árangurs. Sjá, hvað gerist þarna? Nei, þetta er 5. En hann þarf ekki að mikla ágjöra þessu. Nei. 19 eftir tekur bara þristin á þetta. Já. Tvöfaldan 8. Þetta er bara ekkert mál.
Pétur, þetta ekki flókið. Þristurinn, komin upp. Nei, ég sprengdi þetta bara. Sprengdi þetta bara. Já, það líka einliðin. Já. Það bara allt í lagi. En menn hafa nú yfirleitt verið að taka út þetta í 21 í bílu, þannig að þetta aðeins lengri leikur en við höfum séð þess að þetta ekki spilað hér í kvöld. Já, Þorgeir leyfur ennþá að fá 6 pílur út. Já, hann alveg hygglum horfi. Hann keypt ykkur inneign hjá hann, sko. Nú er hann komin aftur í þessa vitleysu. Já. Hann var svo hrættur við að fara inn í sexuna, hann vildi ekki fara aftur doppel 3. Hérna nú enn einn pílukastarinn að koma í hús. Já. 97. Já, 97. Þorgeir að mynda pressu á Pétur? Ég trúi því ekki. Ég bara trúi því ekki. Ég trúi ekki að hann gefi. Hann kom með eitthvað 6 pílur í útskot. Já. Þilur. Nei. Þannig kemur það. 25 pílur. Þetta skrítið maður. Já. Skrítið sport. En nú þetta bara leggur sem að Þorgeir verður að vinna. Það er bara ekki þannig. Það er bara ekki þannig. Nei. Ef að Pétur vinnur, þá er það fyrir leiknum. Já. Enda á Þorgeir að byrja og hann verður að halda þessu. Þetta er svolítið óvenjulegt miðað við leikinn áðan. Þar voru menn að keppin að halda sigrinum áfram, en þeir hafa ekki tapað leik. Nei. Þessi menn hafa ekki unni leik. Nei. Og nú er það fyrsti sigurinn í húsi á þeim. Já. En hvort það verður ekki vita. Nei, það kemur ljós innan fárra mínútna. Það er bara þannig. Það er bara svo leiðis. 45. 45. Hvað gerir Pétur? 100. Já. Þetta er aldrei fínt. Pétur er nú að síga fram úr í þessari tölfræði varðandi 100 og yfir. Hún að gera fleiri tilraunir. Já, mér sýnist nú að Þorgeir sé nú að gefa þetta eitthvað eftir. Já, mér sýnist það. 80. 100. 100. Já. 15. sinn, tonn pluss. Eða öllu heldur, 100 og yfir. Já. En hann er búinn að gera 140 einu sinni og 180 einu sinni líka. Já, Þorgeir er eitthvað ósáttu við sig. Já, hann er ósáttu við sig. Hann er ekki hitta triflana í 20. Nei. Hann færi kannski eina en hinn og tvær færi eitthvað annað. Já, þetta er. Já, nú verður hann að passa á því að hann má ekki skilja sér eftir í 60 þarna. Hann verður að fara í 19. Sjáum hvað gerir. Þeir í miðjuna. 100. Þetta voru 90. Svona að gera þetta. Þeir formaður Körfuboltasambandsins úr salnum. Þeir er búin að vera hérna með son og vinn svona eins. Aldeilis frábær helgi, nýliðin helgi hjá Körfuboltanum. 140. Þetta var aldeilis frábært. Já. Óskum íslenska Körfuboltalandsliðinu til hamingjur með sigrana 2 síðastliðnu helgi gegn Finnum og Tjekkum. Þetta er Íslendingarnir að brillera. Já, heldur betur. Nefna Pétur er eitthvað slag á. 39. Hann er bara rétt að segja af. Það er 94. Það er ekki flókið maður. Já, hvað gerir Þorgeir? Hvað ætlaði Þorgeir Guðmundsson að taka 133. Já. Skilja sig eftir í toppinn. Já. Og ég var einu sinni vitni þessu í Norðurlandamótinu í pílukasti þar sem hann gekk að félaga sínum sem voru að spila tvíminning og hann óskaði eftir þessari tölu. Já. Félaginn hans hann tók bara sér til og tók hana og Þorgeir gekk að spjaldinu og tók fyrstu píl út. Já. Þannig að hann þekkir þetta. Hann þekkir þetta. En Þorgeir fær möguleikum núna. Já. 54 gerðið, 3 svar 18. 3 pílur í 18 hjá Pétri. Skilur sér eftir í topnum. Nú voru Þorgeir að klára þetta. 60. 2.15. Nú tekur hann jobban á þetta. Við kallum þetta jobbin núna þetta í herðir. Já. Doppel 15. Koma svo. Hleypum þessu í spennu. Fáum þetta í 5-5. Þorgeir, komdu með það. Það er nú aldeilis farið að taka á taugarnar á þessum manni þegar hann tekur skrif aftur á bak. Já. 60. Óöpinn fyrir leiknum hjá Pétri. Já. 40. Fyrsti sigur hans í mótaröðinni. Í aðsíði, eða hvað? Það kemur í ljós. Í fyrstu pílinn. Leikur. Fyrstu pílinn.
Glæsilegt, já. 19 pílur. Og nú vantarlega fáum við hérna smá viðtal. Já, nú kemur bæði Pétur og Þröstur. Þröstur var aðeins og setna á hann. Já. Guðmundur, þú ert klár með mikrofóninu, þú tekur spjalla við hann Pétur varðandi þetta útskot á hana, við þurfum að fá að heyra það. Já, koma hérna yfir, strákar, ég þurfum að drífa ykkur hérna yfir. Já, ef það er möguleika því að íta hans við mönnunum. Já, við verðum að trúa því. Ég held að ég er búin að kapla næstu einhverjum líka fyrir... Já, við skulum aðeins hanga inni, við skulum sjá hvort að þeir komi hérna. Við skulum ekki alveg Guðmundur, en þetta var leikur tveggja manna sem að hefði ekki unnið hérna á mótaröðinni, en hákallar í sportinu, enga síður. Já, þetta er eiginlega, ég held að þetta hafi nú verið einn af þeim betri leikjum sem er. Já, þá kemur hann hér. Okay. Pétur Guðmundsson, loksins segir hann. Sjáum hvað hann segir. Já, við erum búin að... Spinning út á heyri ekki nú. Já, allt undir kontroll. Æsilegt. Pétur Guðmundsson, til hamingju með fyrsta sigurinn í mótaröðinni. Takk hérlega, það hlaut að koma að því. Þú varst búin að lofa með flugveldum og þú gerði nú aldrei þessi kvöld 122 út og 100 út. Já, þetta, ég náði undirbúið mig vel og þá náttúrulega, þá getur þetta gerst. Og Kalli náttúrulega, maður var alltaf að passa, hann er stór hættulegur þannig að maður þarf að spila vel ef maður ætlar að vinna. Ég vil nú segja það að hann tók út 109 á móti þér, en mér langar aðeins að nefna eitt þegar þú varst í útskoti á hann og átti möguleika að taka út 122 aftur og þú reyndir búlli eftir og með þetta, mér minni þetta að vera þess áttar, en skildir þetta eftir í einhverju fáránlegu tölu og tapaði leiknum. Já, ég var að hugsa þetta áður ég fór að spjaldinu hvort ég ætlaði að gera þetta, ég tók ákvörðun að gera það, ég var búinn að ákveða fyrir einhverjum 3 mánuðum að gera þetta aldrei, en þetta var bara mómentið og ég bara klikkaði og ég sem betur fyrir að bjarga mér. En þú veist að ég mun alltaf nú að næstum þetta hvert skipti sem ég séð í bílkasti. Mér líst vel á það. Gangi vel kallið minn með framtíðina og gaman að sjá hvað þið spiluðu frábæra pílur. Takk hérlega, takk. Já, Pétur Guðmundsson var sigureyfur alveg gjörsamlega og þetta mátti hann vera það og hann lærði það mistökunum, það er ekki hægt að segja hann að Þröstur mættur sigurvegari í fyrsta leik kvöldsins. Glæsilegt Þröstur minn, þú spilar fína pílur seinni partinn en þú byrjar illa eins og síðast. Ég er nú ekki alveg til að kaupa það sko. Að hann vinnur fyrsta og ég á 40 eftir 15 pílur. Hann vinnur þriðja, ég á 40 eftir 15 pílur. Hann vinnur 15 og ég á 40 eftir 15 pílur. Ég bara er ekki betri en þetta, sjálf þessu. Já, ég hef nú séð hann að spila frábæra pílur og ég hef nú vel að segja það að þú ert nú kannski manna bestur að geta klára leiki svona í endapunktinu. Það kemur að því að þeir fara að stinga það af í byrjun og þú nærði ekki að klára þetta. Það held ég ekki sko. En nú ertu komin í landslið og einn landsliðsfyrirliði á verðinni núna, það er Finnland. Reyndar er ég ekki í landsliðinu en... Nú dastu ekki inn eða? Nei, datt út. Ásaka þetta herra minn, en ferðu til Færeyja? Líka vel, nei, ég nenni því ekki. Ok, en hvernig spáir þið á síðasta leiknum, þessa næsta leik sem verður núna? Ég held að Siggi alla sé svona sá erfiðasti í þessu móti. Ég held að hann taki sinn leik. En nú, það skal ég segja Einar Möller, það var hann ekki að spila með hann núna? Já, fyrir ekki, er Möller næst? Já, það er ekki reynir. Nei, Siggi alla og Halli. Siggi tekur Halla, en svo náttúrulega þóri ég ekki bara að spá í síðasta. En nú er þetta Halli ekki búinn að vinna leik? Nei. Hann lítur nú þegar hann sína sterkustu hliða núna. Já, en bara Siggi er ósterkur. Ok, takk fyrir þetta. Já, Siggi er ósterkur, segir Þröstur Ingimarsson. Hann hefur nú gert margar, spila marga leikina og þekkir þetta sport mæta vel og er býsna góður í pílukastinu, sigraði sinn leik og örugglega í kvöld þó hann hafi svona ekki verið alveg upp á sitt besta í upphafi og okkur greindi á spilamennskuna hans í kvöld en það er nú ágætt. Við ætlum að leyfa mönnunum, við ætlum aðeins að fá smá andrými hérna. Þeir eru að byrja að hita upp Siggi alla á móti Halla og við fáum þennan leik hér rétt á eftir, tökum okkur smá pásu. Pétur, þú verður tilbúin nú. Takk.
Jæja, þá alltaf verða til reiðu. Þá byrjaður að búla. Halli fer í grænan. 25 kall. 25 kallinn, þá það spurning hvað Siggi gerir. Hann þarf miðjuna ef hann ætlar að byrja þennan leik. Sjáum hvað gerist. Báður í grænu, þá kasta þær aftur. Möguleiki fyrir Sigga að vinna kastið. Já. Sjáum hvað gerist. Já. Þarna sjáum við stöðuleiki á kallinum. Hann í grænu. Já. Græni reytirinn. Já. Siggi byrjar. Siggi sem að byrja. Peta kominn á talnaborðið. Já. Hún bara búin að taka sig og sjá þessa drengi. Kitty sér að blása kuldanum hérna inn, stendur hérna í hurðarópinu. Ég næja nú síðar. Já, við náum hún síðar. Það ljóst. Býtum við, hvaða athugasemd gerir Siggi hana? Það var bara ekki alveg tilbúin sjálfur kallinn. Nei. En þetta mikill keppnismaður. Þetta mikill keppnismaður, það víst ábyggilegt. Byrjar í 60. Skiltuðu fá 180. 140. Þetta nú aldeilis frábær byrjun. Við erum að tala það að Þröstur talaði hvað Siggi alla væri sterkur. Já. Og það alveg bersýnilegt að hann tilbúin í þetta. Já. En nú þetta bara, ég að segja það að Halli þarf nú að fara að sýna eitthvað í þessu til þess að geta sýnt þessum mönnum að hann sé jafn góður á þeir. Já. Sérðu Sigur. Ég fór víst rangt með að Þröstur var konið í landsliðið. Já. En þetta kannski líka fyrst skipti sem hann ekki í landsliðinu. Já, akkurat. Ég held ég hefði lesið þetta þarna. Ég hef bara ekki tekið betur eftir. Við byggjum sjónvarsáhorfendur velvinningar á þessu. En aftur á móti þessi tveir eru klárlega í landsliðinu. Já. Og Siggi sýnir svo sannarlega að hann ákveðlega sterkur. Já, hann verður skuldað það. Já. Hann alveg kandídat í að vera fyrirliðið þar. Já. Það bara sluðis. 93 skoraðir. En Vignir hann tilkynnti nefnilega landsliðið held ég í dag. Já. Ég nú hissað að hann skulle ekki vera hérna Vignir og hann kannski bara heima með Kókó-Pop og rót í sjónvarpinu. Já, það getur vel verið sko. Og telja útskotspílurnar og svona. Með statikina, já, með statikina. Með Excel-skjalið fyrir framan sig. Hver veit. Það bara kemur í ljós. 85. Já. Þetta bara ágætt. Aldeilis ágætt. Nú þarf Siggi að koma með eitthvað meira heldur en 60. Já. Hann gerir það, held ég. Hann verður að taka eitthvað til blaðana. Þetta ekki flókið. Þetta ekki flókið. Það sýnir að þessi örfendu spilur eru ansi sterkir. Já, þeir eru það nefnilega sko. Halli Sigur. 100. Já, fína pílur Halli. 137. Það byrja bara 20 kallinn. 117 eftir. Það var ekki sáttu við þetta. Nei. En það líka var mjög þétt bíla þarna í sko. Nei, 60 góður. 23 gerðir. Þetta virkar ekki einu sinni í Vegas. Þú ert sprungin hann í blackjack-borðinu. En Halli getur ekkert annað gett heldur en að telja sig niður. Nei. Hann verður að gera það. Já, gerir það lista vel. Kemur sér inn í þetta. 80. Komin undir. Já. 134. Heldur betur fínar pílur. Heldur betur. Setur pressu á Sigga. Og það nú ótrúlegt ef að Halli myndir nú vinna fyrsta legginn. Það verður að segja þessu Nei, sérðu. Nei. Hann kom með 74. 74 maður. Toppurinn eftir. 94. 94 skoraðir. 20 eftir hjá Sigga Alla. Þetta nú eitthvað skrítið. Þetta eitthvað skrítið, ekki? Halli leysir þetta. Nei, 210. 38. Ég get alveg lofað því að Siggi tekur þetta. Siggi tekur þetta núna. Já, 19 pílur. Nei, ég sagði 20 pílur. Ég sagði 21 píla. Nei, hættum öllum fyrir blakkangi. Nei, fer hann þá inn í reitinn maður. Já, þetta var stöngin út. Já, það ofni. Báðir í 2x5. Já. Þetta alveg óþolandi talað eiga. Ekki fyrir að hafa. Þetta bara ótrúlega vel gert maður. Halli á 19 pílum.
Þetta var glæsilegt hjá honum Halla. Það er nú gaman að sjá hvað Halli, hann er nú alveg rosalega stöðu pílukastari. Já, hann er segur, sko. Og ég að tala sko líkanstöðuna. Sko. Hann er segur, sérðu, sjáum svo byrjununa. 180. Já. Þriðja tonn 80 kvöld, maður. Já. 180 heyrist úr salnum. Karl Agnarsson, þakkaði fyrir komuna mínur, sjáum stressir. Eigðu góða heimferð. Góðu maður. Kom hingað í Egilshöllina til að fylgjast með. Það er gaman og við hvetjum aðra sem heima sitja að leggja hana leið sína hingað í Egilshöllina. Shaken Pizza, frábær staður, skemmtilegu staður til að vera á. 85. 85, já. Jæja, Halli, nú. Jæja, Halli minn, komdu aftur með þessa tölu, takk fyrir. Við erum hóvarir, við býðum ekki mikið. Opinn. Já. 60. 60, sagði maðurinn. Nei, sagði kona. Já, hún sagði nákvæmlega. Já. Hann náði nú bara 1/3 síðasta kasti. En nú verður Siggi að sýna eitthvað. Já, Siggi verður að gera eitthvað núna, sko. Munur 100. 100, já. Hann alveg svolítið stilti pílunum upp til að leggja þessu ofan á. Algjörlega. Já, Halli eitthvað að slaka á það eitthvað. 57. 57, já. Þeir halda áfram bara í sínum reitum. Það er svona róliheitum. Já. Í sínum reitum. Já. 60. Það magnaði sko við að var reynd þarna og kom hann með þess að yfirskutt tribuleitin sko. Já. Það var nú ekki mikið pláss þarna. Það er mínu mati. Nei. En hann er líka ekki með svo litla pílur, hann getur tróðið hann á milli. 85. 85, já, fína pílur. Nú þarf Siggi að koma með tonn Siggi þarf að koma með tonn plus, já, ekki spurning. Komum með 40, þessi verður að fara í þrefaldan. Já. Sko. Virkilega vel gert. Jæja, Halli minn, nú byrjar þú vantilega á 19. Ef ekki þá tek ég að eintala eftir. Já. Hann reyndi 19. Hann reyndi það. 60. 60 gerði það var 50, já, 90, 101. 103. 103 gerir, já. 16 eftir, já, flottar pílur Halli. Og hann fær að reyna það. Já, hann fær að reyna það, það er alveg klart. 80, þá eru 66 eftir. 76 eftir. 76 eftir fyrir ekki það. Makkaði fyrir alveg rétt þetta. 140. 140 pílar hjá Sigga. Setur pressu á Halla með þessu. Við erum að tala um 16 pílu leik. Já. Það er frábært. Æ. 2x4. En ennþá eigum við möguleika á 16 pílu. Já. Ég get lofað að það verður. Já, það verður. Siggi tekur þetta. Pott. Glæsilegt sigur. Vel gert, maður. Vel gert. Það var virkilega vel gert. En þeir eru að vinna gegn kasti. Já. Það er athyglisvert. Já, mjög svo. Mjög svo. Það er bara þannig. Já. Siggi, fastur. Koma svo. 140. Það er ekkert sem truflar hennar mann. Nei, ekki neitt. 6 sinnum í þessum tveimurleikjum farið yfir 100. 100. Já. Það hefur gert það 5 sinnum, 4 sinnum 100 og yfir og 1 sinnum 180. Frábært. Það er komið mér samt óvart að Halli hefur verið kaldur á doblunum í þessum tveimur leikjum sko. Já. Það er nú málið sko. 100, menn halda bara fram að dæla í tölunar. Já. Þá er það... 60. Halli er ekki ná að svara þessu. Nei, hann hefur ekki náð því. Hvað gerir Siggi? 60. Já, hann er ekkert að fara að stoppa þetta. Stoppar hann enginn held. Nei. 100. Ótrúlegu leikmaður. Ótrúlegu leikmaður. Mögulega á 12 pílu leik. Já. Þeir eru bara brillir að þessi bílar. Já, heldur betur. En
Nú eina sem hann þarf nú að bara passa núna, hann Halley, að það að koma sér bara í gírinn og játa sér sigraði þessu legg. Já, halda áfram sko. Sérðu Sigga, 101 eftir. 101, já. Farði í 3x17 og búlið. Hann svo mikil keppnismadur. Herðu, þá var hann eftir 98. Maður gerir þetta ekki. Ákkur ekki? Maður bara spilar spjaldi bara eins og maður á að gera þetta alveg en hinn á 300 eftir. Já. Það samt gaman að sjá þetta. Það munar 200 á þeim. Hann Siggi fær alveg endalaust tilraun til að taka út 78. Já, meðan að Halli bara að leita reitnum sínum. Fáum við 14 pílu leik. Já, við segjum það. Það ekki? 3x18 og 2x12. 3x18. 2x12. Hvað heldur þú maður? Leikmaður. Ríkala hann flottur kallinn. Ótrúlega vel gert sko. Svakalega góður. Gaman að þessu. En það var nú alveg magnað það ef að hérna skal ég segja ef að sonur hans Óli kemist í landslið í golfi. Já. Það væri bara allur ættliðurinn í landsliðinu. Fjölskyldan bara í landsliðinu. Það náttúrulega frábært. Já. Það bara, íþróttagenin í þessari fjölskyldu, líkt og hjá Stefánsson fjölskyldunni. Þetta eru bara þessar tvær fjölskyldur sem stjórna íþróttalífinu í Íslandi. Það bara svoleiðis. 85. Það sko 85 hafa óhress. Já. Ég ánægður með metnaðinn í kallinu. En það kannski fyrir ykkur sem ekki þekkja hver Sigurður Aðalsteinsson en hann náttúrulega faðir Gylfa Þór Sigurðssonar. Já. Og Ólafs. Más Sigurðssonar golfara. Þannig að þetta íþróttagenin þarna. Það spurningin hvort við mikið klónað þessa menn eitthvað. Það þarf að senda það niður til Kára maður. Það ekkert öðruvísi. Kári Klári verður að bjóða þeim í kaffi. Við skorum á hann hér með ræða þetta eitthvað. 55. Nei, öllu ganni slepptu þá það virkilega gaman að sjá þetta þegar að menn í svona fantaformi í pílunni. Og öðrum íþróttum almennt. Það það sem við elskum. Fylgjast með góðum íþróttum. Halli, 180. Nei, 160. 160. Hann var bara hissa sjálfur. Það small í 2x20. Gaman að þessu maður. Þetta auðvitað hérna skal ég segja skemmtilega við þetta það að ég ekki búinn að sjá Sigga lengi á spjaldinu sko 85. Nema síðustu ár kannski en þegar ég var að byrja í þessu þá heyrði maður bara sögursögnin af manninum og þetta voru allt einhverjar stórar hákallasögur og hann klárlega að standa undir þeim. Já, það bara þannig. Það bara þannig. 22. Já, fínt að fara 160 í 22. Já. Það eitthvað brotfall í því. Já, hann sendt góðan í útskot. Já. Það annað en Siggi. Já, Siggi á eitthvað eftir. Enn streyma pitchunar út úr Egilshöllinni. Já. Shake and pizza. Staðurinn í dag. 26. Það að gerast við Sigga. Það spurning. Já. Allir reynaði fyrir frægðinni. Já. Þetta bara 88 skoraðir. 63 eftir fyrir Halla. Hann fær nú tækifæri til þess að taka það út. Já, hann getur ekkert gert hann, Siggi nú. Nei, Siggi bara... 81. Þetta er ekki nóg, því miður. Getur ekki eins og tikkið út. Nei, það er ekki eins að því. Halli ekki að hitta tölvun sinni, það er 19. Það er toppurinn og hittir hann á hann. Miða bara á triplinn. Hvað var þetta? Nei, það er 16, það er á 16 eftir. Þetta er 19, þetta voru 23 gerðir, hann átti 40 eftir. Já, hann átti 40 eftir. Okkur fór hann alveg klikkaði þarna. Algjörlega. En það gerist, kallar hann ekki neitt. Nei. Nú kemur leiðréttingin sko. Já. Takk. Hann gerir 41. Nú er ég alveg hlessa. Ég sá þetta ekki svona. Nei, ég er sammálaður í því. Ég er alveg. Þetta hlýtur að hafa verið þrefaldur fjóraðan. Já, hlýtur að vera.
14 gerðir. 14 skoraðir, 2 eftir. 128 byrjar maður í 18. Það er eina leiðin. Já, svo er það bara 60. Æ. Enda líka var hann ósáttur skallinn. Já, nú er það. 26. 26, the hard way. Nú er það X-ið á Halla. Já. Þetta er leiðindatala. Já. Ekki fyrir þennan mann. Ekki fyrir þennan mann. 22 pílur. Já, búin að jafna þetta hann Halli. Nú erum við farin að vinna legginu sem þið byrja. Já, þannig að þetta er að snúast við. Og segir þú okkur þá að Siggi klára þetta eitthvað? Já, samkvæmt þessu. Já, hann er að fara í 180 núna, ég get lofað þér því. 121. 121, já Sigurði, fína pílur. Sjáum hvað gerir. Hvort að Halli ná að fylgja þess eftir. 25 skoraðir. 45. 45. Nei, hann ákvað að taka rólega startið á þetta. Nú sjáum við hvort að Siggi fylgir sig hvað eftir. Nú er hann búinn að klára síðasta legg og hann staldrar ekkert við það. Nei, 80 komnir. 140. Glæsilegt. Siggi funheitur. Já, ánægður. Algjörlega funheitur. Já. Halli að hitta tilblana. Já. 135. Fínar pílur. Virkilega vel svarað hjá Halla. Nú þarf Siggi að gera allavega 70-80. Þetta er ekki að gera 60. 60. Nú er hann 180 eftir. Já. Gott skor í Halla að geta komið sér í lykilstöðu. Já. En það þarf líka að vera gott. Fín byrjun. Nákvæmlega. Frábær eftirfylgni. 140 skoraðir. 140 skoraðir, en hann skilur samt ekki útskoti. Nei. 120 eftir. 119 eftir. Ég er líklega fyrir hann í 19. Já, það er 57. Já, 100 eftir. 80. Hann líka fær að taka þessar pílur á þessu 100. Já, hann fær að gera það. Hann tekur þetta ekki út á Halli. Þá þurfum við að fara að tala við dómarann ef hann gerir það. 80 komnir, 101 eftir. 140. 140. Gera þetta, sko. Já. Bara þrýstaði síspjaldið. Já, hann var ennþá séns þarna. Já. Hann var að taka tripla þá. Ekki nema að fara í 40-40. Það er svona, mér sýnist það á honum. Hann gerir það? Já. Það er einu sem hann getur gert. Ég er ekki hissað að hann myndi reyna og geta það. Já, komdu svo með það. Tvöfaldur tops. Glæs! Já. Ótrúlega vel gert maður. 15 píluleikur. Glæsilegt. Líkt og annað eins maður. Hann tók fagnið sitt líka. Já, það kom. Já. Og alveg yes með því. Þetta er algjör 60. unaður að sjá það að kasta pílukast. Já. Þetta var alveg ótrúlega flott, sko. Já. Hann byrjaði nú bara einum í fyrstu pílu núna. Já, það er 26. Chips. Já. Eins og við pílukastar ákveð hlumynda. 26. Sjáum hvað gerist núna. Þetta er æsispennandi að verða, sko. Já, með þetta. 100, sagði Petra. Halli, hann er ekkert að láta þetta trufla sig. Nei. ...75 komnir. 76. Og þá er einn þessi síðasta. Jæja. Ég er svona veltað fyrir mér. Nú þetta er Sigurður rólegur pílukastari, sko. Já. Í kastinu, sko. Já. Og það sé líf í kringum hann. Já. Það 100. Það verður spurning hvort að við þurfum ekki að hafa auka sýningatíma á þetta þegar hann og Þröstu fara að spila. Þú meinar? Já.
Já, við skulum sjá hvað gerist. En það eins og ég segi, það ástæða að vanda sig. Já, það á að vanda sig. Það á að vanda sig. Það er bara Þröstur sýndi það hér fyrir kvöld þegar hann sigraði sinn leik á móti Jóba. Það var óhress með gagnrýni mín á. Já. Hann vildi segja að hann hefði bara verið í góðum málum þessu. Já, já. Og það er bara sitt sýnis hverju. Það er bara þannig. 39. Halli eitthvað aðeins að missa þetta. Já. Óhress með kastið sitt. $85. Já, fínt. Ég ætla að segja hvort hann ætla að koma með 6 slæma pílur. Nei, það er ekki. Það hefði ekki gerst. Ég er alveg klár á því. Hvað gerir Halli? Hann ætlar að tróða henni. Nei, nærði ekki. Ég ætla ekki að segja það, sko. Nærði ekki. 144 eftir. Siggi það tonn. Já. Það dugir ekkert minna en tonn. Nei. Það má svindla og gera 90. Já, það má gera það. Ég er samanlega í því. Þá fer hann í 164 eftir. Já. En hann verður bara helst að fela niður. Já. Þetta dugir ekki. Nei, þetta dugir ekki. 58. 144. Það er bara einfalda leiðin. Já, 60 doppelt 12. Já. Hann fyrir aðra leið. Það vísu þetta alveg ágætis. Þetta er alveg ágætis leið. Já, vegna þess að 54 gerir 108, sko. Já. 50. Það er alveg fín leið, sko. Já. Það er 100 á eftir. Já. Hann fær alveg tækifæri til að taka þetta. Sé nú ekki alveg hvað staðan hann er. 43. Nú, hann fær 6 pílur á þetta. Já. Ég sé ekki Sigga taka 153 eins og hann er búinn að kasta í þessu legg. Nei, það gerist ekki. 3x18. Nei, hvað? Jú, það á að verða þannig. Já. Svo 60 bara. Já. 54. 54 toppurinn eftir. Það voru Siggi í sínu síðustu 3 árið þessu legg. Allar leiðir liggja á toppinn í þessu sporti. 93, sérðu kallinn. Það er gaman að sjá hann reyna þetta, en við höfum það rétt fyrir okkur þessu sinni. Já. Það hefur verið gaman, ég er alveg samanlega í því, en það gekk ekki. 102. Þetta eru 140, þetta eru 102. 121. Já, 121, já. 32 eftir, þetta er rétt út að regna hjá Sigurði. Það var á toppurinn í 22 pílum. Nei. Þetta var stöngin út. Heldur betur. Tvöfaldur 10. Nei, hitti það ekki. Og fór í 10, gerði 30, 10 eftir, 2x5. Þetta var hann fær ekki tækifæri á því. Þetta var hans bani í þessum legg. Já. Siggi tekur þetta. 16, 2x8, það reytur fyrir ofan. Þetta er ekki flókið. Það er 32 gerðir leggur. Já. 23 pílur. Það var ósköp rólegur yfir þessu. Já. Það Sigurður. Það var ekki mikið fagn núna. Nei. Já. Þá er Sigurður komin í 4-2 í leggjum. Já. Hann þarf ekki nema 2 leiki til viðbótar til þess að tryggja sér sigurinn í þessum leik. Og öllum eðlilegu kringumstæðum á hann að taka það sem hann á að örugglega byrja 2. Já. 41. Það er alveg klárt, sko. Það væri samt gaman að Halli myndi nú taka nú aðeins svona. Já, það væri virkilega skemmtilegt. $100. Já, fína pílur hjá Halla, góð byrjun. 60. Stöngin, maður heyrði í virnum, þannig að hann flutti yfir. 83. Já, þetta er bara eins og þetta á að vera. Já. Sér þetta hvað flott kast í honum Halla. 60. Já. Hann er hérna með rosalega stutt aftur, en tegir sér rosalega fram. Já. Svo sérðu Sigga, hann er með píluna nánast við
sko gleruða sko. Og þrýstinu sem dregur hérna svona fram. Verið tjakkan í gang sko. Tekur svona tvisvar á hann sleppir sko. Já, þetta ýmsar aðferðir. Já. Og ef að menn 40. Ef að menn taka líka eftir því að Halli heldur með píluna langt inn að hendi með puttana langt yfir. Meðan að sér að Siggi heldur bara með fingurgómunum á pílunni. Þannig að aðferðirnar eru misjafnar og enginn er réttust. Nei. Nema bara þín eigin. 28. Það nú tilfelli sko. Þetta er auðvitað, það er þarf að finna réttu vopnin. Já, það nú málið sko. Það nú akkurat það sem þessi leikur gengur út á. 100. Það að finna réttu vopnin til þess að spila með og bara það sem að kannski virka fyrir mig, 23 grömm eða hvað þetta er, 25 grömm eða hvað sem menn nota. Þá getur þú þess vegna verið í 18 grömmum. Já. Ég get verið með 7 cm pílum en þú ert með 4 cm pílum. Þetta er alveg bara... Þetta er alveg ótrúlega hvernig þetta er sko. Það er nú málið sko. Menn eru rólegir niður í þessum leik. 140. Kemur góður rispa hjá Halla. Þetta er það sem að Halli þarf. Hann fær nú góðan tíma til þess að taka þetta út, gerir ég ráð fyrir. Og þó... Hann er nú eitthvað að stinga í við þetta. Þetta er nú eitthvað að svara þessu kallinn. Það held ég. 180. Æsilegt. Það voru báðir leikmennir. Já. En nú tekum við búlið. Nú tekum við hann grænt búl. Já, grænt búl. Nei, hann ákveður að fara hina leiðina. Þetta er þetta líka einn leið. Já, þetta er alveg ágætisleið líka sko. Já. Og það er leikur. Já, Halli tekur út í 18 pílum, 61. Vel gert, Halli. Það er þetta, ef hann gerir þetta í tölunni 61 og gerir 45 á 16 eftir, þetta er mjög góð leið. Já, þetta er mjög taktist samt að fara í búlið þannig. Já. En svo er nú aðferðafræðin, við vorum að tala stærð og lengdir á pílum áðan, þetta er nú eina aðferðin líka, hvernig menn ganga að útskotinu. Já. Það er nú bara þannig. En þetta byggir samt alltaf á því að vera í þeim reyti sem maður er heitur. Já. Þú getur verið í 60 gólfinu. Þetta er ókostur við þéttapílur. Já. Það er nú maður það sem er. (40) 60. Áttu nú alveg vona því að síðasta pílan færi hérna í 3x20. Og sjáum við hvað Siggi gerir. Nú lítur hann að færa sig niður. Nei, hann dregur þessu þarna. Já. 100. Já. Og getur það líka. Já. Gerir það lista vel. Það er gaman að vita þess að báðir einstaklingar hafa tekið 180 í leiknum. Það er bara frábært. Já. Það styttist í nýju píluleikin sem ég er alltaf að tala. Já. Það styttist í hann. 60. Þetta eru flotta pílur í Halla en því miður gef ekki nóg til þess að snúa þessu sér í vil. Já. 26. Þetta er leiðilegt. Já, þetta er hérna sko, Halli virðist vera að ná að skora sér hraða niður núna, þannig að Siggi er aðeins eftir á. Já. Það sem kannski bjargar því að Halli er farin að hitta dobluna núna. 60. Góð sería, góð kastsería, þetta er allt á bara millimetrum. Já, það var bara millimetrin aðeins og hár. Já, en þetta er bara svona. En það er alltaf að ég meina Siggi er bara í 26 sko. Já, þá er þetta alltaf leið. 45. Sín í svipinn. Já. Halli er samt nokkuð örugur á 20-reitnum. 45. Leðum að fyrir að tala það, þá smellur hann í 5. Já, þeir reyna eftir bestu getu að koma okkur gat. Já, 80 komnir. Það er bara að halda áfram.
81. Það fór stöngin út af. Æ, þetta er svo merkilegt hvernig þetta er. En þetta er dýr píla. Já. Getur orðið það, sko. 38 komnir, þannig að 180 eftir. 58. Þetta er fín tala fyrir alla. Já. Skemmtilegt útskot. Það hefur verið gaman fyrir Sigga að vera með allavega 170 í... Þetta er 1 hjá honum. Já, þetta er 1 hjá honum. 62 gerir. 62. Þetta var ekki það sem hann vildi. Nei, hann vildi fá hérna í þrefaldan 20 eða 20. Jæja. 20. Hann þarf að sensa á þessu. Nú voru gaman að vita hvað Siggi gerir, hvort hann taki 57. 58. Já, er það ekki? Förum við ekki 57 og tökum svo búlið? Já, ég spáði að fara í 20 en margir kannski færi 57, sko. Nei, hann fer í 60, það er 47 eftir. Já, hann er að spyrja í hvort hann taki núna 7 unna eða 15. Ef hann tekur 15 þá hann eiga 32 eftir. Það er talan sem hann vill. Óðinn. Það er 102 Halli. 91. Og nú verður hann að passa á því að byrja á 20. Ástæðans er svo að það, ef hann fer í 19. 91, 16 eftir. Þannig að sjá. Nei, þetta er ruglið á mér, þetta er algjört ruglið á mér, sko. Ef hann fer í 3, þá á 99 eftir. Þá getur hann ekki kláraði 2 pílur. Þannig að hann gerir alveg rétt núna. 42 er 3x14 og svo verður það bara toppurinn. 62. 62 skoraðir. Já, Siggi tekur þetta. 5-3. Nei, 2-4. Já. Sko, ánægð með þetta. Ánægð með þetta. 23 pílur. 23 pílur hjá Sigga. Ég veit ekki nema þetta sé svona jafnslagasti leikurinn hjá þeim. Já, þetta er það. Já, þetta er sjötti leikurinn var líka slagur. Það voru 16 sem hann tók út. Vítor að undirbúa síðasta leikinn. Já. Það þarf að gera það. Já, hann er hérna eins og tískudrottning hérna með skeggi sitt. Já. 43. Já, koma svo strákar, sínu okkur núna hérna hvernig Já, ef að Siggi tekur þetta þá er það fyrir leiknum en hann fer rólega af stað, heldur betur. Það skiptir verulega máli fyrir Halla að vinna þennan leik. Já, hann verður að gera það og það er gegn kasti og það er bara ekkert annað sem að blífur, sko. Nei, og svo ekki nóg með það að hann þarf líka að vinna annan gegn kasti, sko. Já. Siggi á 2 möguleika með kasti núna. Að klára þetta. Já, akkurat, sko. 140. Glæsilega pílu hjá Siggi. Já, Siggi er að stimpla sig inn í þessu maður. Þetta er í 5. sinn í leiknum sem hann tekur 140 yfir. Já, 7. sinn, ég tel þá 140, þá er ég ekki að taka um 180 sem hann tók hann áðan. 85. Það er nú heldur betur flott hjá hann. Já, það er... Ef að Halli sýnir ekki neitt núna þá er hann bara að leyfa honum Sigga að sigla þessu. Já, hann verður að rífa sig upp kallinn hann Halli núna. 60. 60, já. Það má alveg notast við það. Nei, nú sýnist mér hann bara búinn að gefast upp hann Halli. Nei. Við skulum ekki tala um það. Við skulum ekki tala um það þannig. Við sjáum hvað gerist núna. Ef að Siggi gerir gott skor núna, þá er það komið. Þá er það komið. Ég er sammálaður í því, en hann á eftir að kasta þessu. Já, 80. 140. Glæsilega pílur. Frábæra pílur. Siggi er að spila svakalega vel. Það er ekkert sem að stoppa hann. Halli hefur nefnilega ekkert, hann spilaði ekkert illa til að byrja með. Nei, hann gerði það ekki. Hann er bara aðeins að missa þetta úr, en stöðuleikinn hjá honum er ekki nógu mikill í þetta. Já, en rytmin í þessu er þannig að Halli vinnur 1 legg og svo tekur Siggi 2 og... Nú byrjar hann 18. Já. Svo er það bara 60 toppur. 60 toppur. 95 eftir, þá verður hann fyrir 19. 76 eftir. Já, virkilega vel gert. Nei, þetta er meira. 42. 42, já. Halli minn, settu nú á þetta svo að við sjáum eitthvað spennandi leiki. Já, hann er ekki að fara að gera það.
Það er víst ábyggilegt. 60. 60 komnir. 76. Þetta er bara 60 og 2x18. Nei, 2x8. Sérðu? 60. 2x8. Sjáum hvað gerist núna. Ef hann klikkar. 18 pílum. Ef hann klikkar. Ég ætla að segja það að hann taki þetta út hann Halli. Hann er algjör snillingur þessi drengur. Og ég hef trú á því að hann getur. Ég ætla bara að fæst orð hafa sem minnst ábyrgð. Það er bara þannig. Sérðu? Almost, sérðu? Nei, sérðu þetta tekur ekki eitthvað. Það var bara að sína sjóans áhorfendur. Og þegar Siggi leit upp og sá pílun í miðjunni, honum brá. Þetta var ótrúlegt. Það verður frábært að sjá. 20 píluleikur. Glæsilegt og Siggi klárar þetta og er ánægður með þetta. Já, við verðum að fá hérna Sigga í spjall til okkar. Það er ekkert öðruvísi. Nei. Það er bara svoleiðis. Já, við sjáum til hvað Siggi gerir. Við verðum að fá hann þetta. Við verðum að fá Sigga. Hvað gerir hann? Já, við verðum að fá Sigga til okkar. Við hérna köllum eftir því að fá Sigga í spjall. Við verðum að fá hann. Það er bara svoleiðis. Verðum að fá hann. Fáum kallinn, hann lítur að brokka hérna inn til okkar. Það er ekkert öðruvísi. Það er bara svoleiðis. Kemur hann. Það er bara algjörlega þannig. Hann kemur hér til okkar, hann Siggi Alla. Og Siggi, þetta var alveg stórkostlegu leikur hjá þér. Þú varst óstöðvandi í kvöld. Það voru að segjast alveg eins og þér. Þetta var nokkuð góður leikur en svona breytti aðeins kastinum eftir síðasta leik og svona fór að reyna að vera aðeins mýkri. Já. Ég skilaði mig kannski einhverju kvöld sko. Já, það var ekki annað að sjá en að þú varst vel heitur á þreföldarreitunum og skoraði virkilega vel. Já, þetta gat svona bröðið til begja vona en svona, já, ég er nokkuð sáttur við kvöldi. Já, þú mátt vera það, vegna þess að það var virkilega gaman að horfa á þetta. En ég finnst sko, við eigum báður mikið meir inni. Halli, svona, kannski, við erum allir stressaðir en hann er kannski stressaður eins og við allir, sko. Ég tók eftir því að Halli, hann startaði ágætlega en hann virðist ekki hafa náð að halda flóin í kastinu og sér út leikinn sem að verði til þess að þú nærði þarna yfirhundin og góður yfirhund. Ja, þetta er svona spenna, sko, þetta eru spennuleikir og við erum alltaf að spila hver við annan og ég hafði þetta núna en ég meina Halli er ekki stigameistari á Íslandi fyrir ekki neitt, sko. Nei, en aftur á móti þú ert búin að sína í öllum þessu 3 kvöldum, þetta er búin að sína í svona mesta stöðuleikan að þessu strákum sem er að spila þarna og þú ert næst elsti maðurinn á vellinum. Og kasta með meistari líka með það. Það er hinn föllinin, sko. Já, ég var kastað alltaf með hægri, nú kastaði ég með meistari og það bara gengur ágætlega. En það var gaman að sjá að þegar Halli var að átti 170 eftir hérna og þú sást pílun í miðjunni hjá honum, þér brá, þú hélst að maður er búin að taka út. Nei, þetta var svona heitt hjá honum. Og það hefði verið gaman að Halli tekið út 170 en ég meina þetta er eins og gengur sko. Já. Maður verður að hafa smá lökk með líka. Já, en það var frábært að sjá því í 5. leiknum þegar þú tekur út 80. Það var skemmtilegt útskot hjá þér. Það var gaman að sjá það. Ég og ég ber það mikla virðingu fyrir Halla að ég vissi alveg að hann myndi taka þetta út 41 eftir held ég. Já. Og ég sagði, nei, nú bara eftir að taka doppel sko. Já, það var eina sem gætt gerð. Æfingi skapameistaran í þessu sko. Já. Það er ekkert með tilvíðun að gera sko. En segðu mér eitt hérna, nú ertu komin í landslið, hvað eru mörg ár síðan þú var síðast í landsliðinu? 2004, með hægri. Með hægri hendi, nú var það vinstri. Og þú ætlar til Finnlands? Já, ég ætlar til Finnlands. Spilum með strákum, þeir eru góðir. Og þú tekur Þorgeir með þér? Já, Þorgeir, hann var með mér í liðinu 2004 og við unnum þá 2 leiki. Já. 2 landsleiki held ég, minni mig. Hörkulið þá og það eru svona einhverjir 3-4 eftir í því liði. En þá að? Allavega ég, Þorgeir og Ægir, við erum eftir, við vorum saman í liði og Þröstur. Og Þröstur er alltaf ósigraður og hann fær ekki að koma núna. Það er skarð fyrir skildi. Ég reyndi nú fyrir í útsendingun að tala hann inn í landslið en maður veit svo sem ekki nema Vignir hringi í hann á morgun og bjóða hann að koma þegar hann heyri þetta að vera svona sjónvarpinu. Já, ég meina Þröstur bara er toppspilari. Miklu félagar og hann bara áskilaði að vera í landsliðinu en það komist ekki allir að. Nei.
Þetta er Sigurður minn, til hamingju með þetta og frábært að sjá þig kasta pílu. Takk fyrir kella. Já, þetta var alveg frábært að heyra í Sigga. Hann er aðeins búinn að vinna í stílnum og það er gaman þegar menn viðurkenna það og segja frá því. Og hann var alveg sannfærður það að þetta skila honum í kvöld. Við ætlum að taka örstutt hlé og leyfa mönnunum að hita upp og svo komum við hérna með síðasta leik kvöldsins sem er Einar á móti Vítor. Það verður hörku einvígi. Hóttan er með þetta. Hann klikkar ekki. Bara fyrir minnleik, ekki fyrir minnleik. Þú verður það hér. Það er á mjútan og bara Smetla eftir því að búa að kasta mjög. Já, bara gera það bara núna. Á spátinu. Hvað er þjóðsnöðu? Já. Þannig að það Vítor búið að taka 9. Vítor fór ekki meira en 3 ár. Hún byrja að búa 9 fyrir. Það er hún að búa bara og segja það. Góðan í komin. Og kveikt að tekja hitt. Það búin að 9 bíl. Já, þá voru menn tilbúnir í síðasta leikinn sem er framundan milli Einars og Vítors. Sjáum hvernig það fer hér. Þetta er búið að vera virkilega skemmtilegt kvöld og frábær leikurinn síðasti Siggi á móti Halla. Þetta var alveg frábær leikur og við sáum þar útskot á 100 og fengum tvisvarsinnum 180. Þannig að ég trúi því að við fáum meiri skemmtun. Hvað er ekki meira kaffi? Er bara 1 bolli eða? Ertu að spara þetta eitthvað? Það þarf aðeins að taka á þrífa vélina. Þrífa vélina, já. Þannig að það hlýtur að koma kaffi til okkur eftir. Já, það er ágætt. Þá vorum við bara góðið með það. Varstu búinn að setja mjólk í þennan? Já. En þetta er svona getileg hvernig sjónvarpið er, svona bak við tjöldin. En það var nú virkilega gaman að síðasta leik, Gummi. Þetta var alveg frábær leikur, Siggi, og gaman að sjá þessa snillinga sem eru búin að vera hvað lengst í þessu og heyra því Sigga, Hann er búinn að komin aftur tilbaka í píluna og hann er komin inn í landsliðið, var þar síðast 2004. Já, og með hægri hendi. Með hægri hendi? Já, mér finnst þetta magna. Mér finnst þetta stórkostleg saga, Já, þetta er. Þannig að þetta verður gaman, en við erum að fá hérna hörkuspilara núna, Einar og Vítor. Einar er stemningsmaður og svona jokerinn eins og hann vil kalla sig, Já, og Vítor er greinilega tilbúinn í móttumarsinn. Já, Vítor er eins og bara klippt úr tískublaði. Já. Og ég veit ekki nema hann takki Herkul Poraut á þetta bara. Já, akkurat, Þetta er Petra mín út snillingur. Takk fyrir. Þannig að þá getum við skálað í kaffisófanum. Skál, Katri mín. Skálur í kaffinu. Það er bara nauðsynlegt að fá kaffi þegar við erum á... Já, Vítor byrjar. Vítor the Grenade byrjar leikur. Já, Vítor byrjar. Það verður spennandi. Ég ætla að leggja alla mína peninga á Vítor í kvöld. Já. Hann tapaði síðastur í Jobba. Já. Og ég get alveg lofað því að húsmöðurinn á heimilinu hefur alveg skipað hann að kasta í spjaldið. Já, ég er alveg klárað því. 100! Byrjar á 100. Það er bara góð byrjun. En það er svo gaman að fylgjast með Einari. Hann er mikill keppnismaður og sjá hans svipbrigði þegar hann er búinn að kasta, hvernig hann grettir sig og geiflir og bara spáir í hlutina. Svona erum við. Við erum mannleg og það er bara skemmtilega við íþróttirnar. Hann er svona, hvað maður segja,
Hann karakterinn í pílunni sem svona, hefur gaman að þessu. Já. Ef hann gengur illa, þá bara reynir hann að gera gott úr því. Já, ekkert annað. 85. Ekkert annað. Hann kannski kemur með einhverja stæla í kvöld. Eins og ég kalla þetta stæla. Já. En þú sér að það sést nú ekki mikið svipur á þessum manni. Nei, sérðu, 180, coming up. 1, 2, 3. 123. Já. Bótað með þetta. Já, alveg með þetta. Það gallið mig kannski kastið hjá honum Einari að hann að rosalega mikið að snúa pílunni og fylla eitthvað við hana. Já. En þetta dugir nú til þess að hann datt held ég inn í landsliðsópinuna. Já. Spilaði sig inn í landsliði. Já. Og þeir eru vantilega með strákon til Finnlands. 45. Það bara flott. Já, þá sjáum við hvernig það fer. 99. Það samt alveg slata eftir. Já, menn þurfa náttúrulega smá tíma til þess að tjakka sig inn og hita sig upp inn í þetta eins og við höfum sagt, sko. Já. Það bara fluðis. Nú sjáum við hvort að það hendi vítur að vera með síðasta leikinn í kvöld eða fyrsta eins og síðast. Já. 60. 80 skoraðir. Pílurnar hjá honum Einari út allt spjald. Það kann ekki góður lög að stýra. Vera að dreifa þessum allt spjald, það þarf að hitta þennan reit. Ég er svolítið hissa á þessu, ég vona að hann hafi nú ekki verið að miða hann á 18 hann Vítor þegar hann hitti 5. Nei. Það svona eins og að ætla að hitti Hvalfjörðinn og enda á Seyðisfirði. Já, akkurat. 78. Já, Vítor tekur þetta út held ég. Þetta ekki flókið. Þetta 11. Nei, hann vil toppin. Hann tekur toppin, já, ok. Hann vil vera á toppnum. Já. Nei, ekki náða því. Já, nú spurningi hvort að Jokerinn tekur búll í fyrstu pílu eða tekur 20-20 búll. Það verður gaman að sjá. Bara 18 þrefaldan og... Nei. Það tekur jobban á þetta maður. Og tekur jobban. Já, vel gert maður. Vel gert einu. Rúlega 21 píla. 21 píla. Ég verður bara að segja eins og að þetta komi verulega óvart. Að Vítor skildi hleypa þessu upp í þessu vitleysu. Já, þetta nefnilega málið sko. Nú Einar búinn að vinna gegn kasti og þá var það spurning hvað gerist. Þá byrja maðurinn bara grimmur. Sérðu þetta? 180. Eru það að sjá þetta? 140. Já. Þetta ótrúlega vel gert sko. Jó, nei, við meðum ekki segja svona. Við erum vel verið þessu. Þetta er bara svona. Það er fallega pílur í Einari. Já, virkilega fallegar. 81. Já, það er róli heitt þarna. 41. 41, já. Vítor hefur tækifæri til að koma sér eitthvað inn í þetta. Opinn. Hann er með svona líka stundum með svona hik í byrjun kastins eins og Siggi er með. Sko. Já. Já. 100. Fína pílur Einar. Það er hit í Einari núna. Já, það er gaman að sjá hann. 105 á undan. Eins og hann var lélugur á fyrsta kvöldinu og er búinn að sýna núna allt annan Einar. Já. 70. Vítor er eitthvað að pirrast. 60 í gólfinu. Það sá ég alveg klárlega. Nú þarf hann að fá 60. Nei. 21 virkar í Vegas eins og ég hef sagt áður. Þetta var ekki fallegt. Nei, þetta var ekki gott. Já. Þarna hefur Vítor tækifæri og hann er búinn að nýta sér það. 120 komnir. Nú er hann á 135 metrir. Já. Settu þetta í, hafi ekki áhyggjur af þessu. Það finnir þér. 139. Já.
Bara drita þessi í 180. Þetta ekki. Hann á fína tölu þarna eftir sem nú kemur hérna skynsefnin hjá honum af því að ef hann hitti núna bara 20 þá 96 þá er hann ennþá upp í 20-ritning. Já. Og svo er hann í 18 í maður þarf samt að hitta 20-ritning. Já. Ég meira þess að ég held ég geti gert þetta með vinstri. Förum í það í næstu útsendingu. Nýbúin að gefa yfirlýsingu að ég kastaði næstuð í skrifaran út í Skotlandi. Já, þá ætlar hann að fara að kasta með vinstri. Það er að fara að elta Sigga Alla og Pétur. Það er í því saga til næsta bæjar og þar næsta bæjar líka held ég. Það er 3x14. Nei. Já, þá verður við bara að taka feitan 13 og búl. Það er ekkert rugl hérna. Það tók 39. Það er allt til. Þannig. Einar tekur út. 2-0. Já, ég trúi þessum 2-0, það er bara flutis. Game shot! Sérðu, í miðjun. Ótrúlegu drengur. Miðjan reytin. En ég verð að segja... Hvað var þetta, 21 pílar líka? Já, ég verð að segja eins og er að hérna... 19 pílur. Það voru 19 pílur held ég. Þannig að verðum að segja eins og er að Vítur er að eiginlega afhendunum þetta. Já, hann er að gera það. Báða leggina. Já. Ég er alveg klára því að hérna, ef hann tapar þessu leik fyrir einari þá er hann í sófanum sko. Já. Hann fær ekkert að, hann fær enga þjónustu. 140. Sérðu Einar? Magnaður. Ég held að hann var... Einar er greinilega búinn að vera að æfa þetta virkilega vel. Og það skilar hann landsliðsæti sem er frábært. 140. 135. Já, 120 vildi ég sagt hafa, fyrir ekki. Já. Ég byrst forláts. 41. Þetta er svona þétt kast í einari. Já. Hann er að kasta hann tölvöld fast sko. Menn að Vítur er svona nokkuð inn að leggja það sko. 135. Þetta er í sko þriðja sinni í leiknum sem hann gerir þetta. Ég held að hann þurfi að taka og skipta fjöður á þessar síðustu pílu. Rétta hann af og nýja. 45. Það skildi þó ekki vera. Þannig að mertur hérna einhverju vinnmót úti, þannig að hann ætti nú að eiga eitthvað til að þessu. Vist 18 bara, það ekki, jú. 81. Já. 91. Rétt. Þetta var ekki gott í ánum. Þetta var ekki gott. Hann tekur þetta í fyrstu bíl. Já. Hann tekur í fyrstu bílunum. Nei. Hvað er að gerast með Vítor kallinn? Sprengdu þetta bara. Í alvöru. Það er rétt. Það hlusta á því. Áhver ekki, þú ferð ekkert að elta, þú átt fullt af möguleikum til að fara í þínu uppáhaldsstölu. Já. Þá bara gerur þetta svona. Já. Hann er búinn með 2, kallinn minn. Já. Taktu hann bara 18. Nei. Hvaða kælis er þetta? Hann gerði 2. Já. Hann fæði 20 arbeir og eftir. Þetta gerir maður ekki sjón. Og 3 hringi kringum húsið. Nei, hann var 219. Já, gerir það bara. Já. Þetta eru 17 pílur. Einu er bara klappar fyrir hann. Já. Já, Vítor er að gerði vel, hann varð að vinna þannan, það er bara svo leiðis. 83. 83. Já, þetta er ágætt. Já, þetta er hérna, þetta er einvígi píluframlegandi. Já. Ég sé það að Vítor er með pílu frá Vinnmó. Já. En við sýnist Einar sem er pílu frá Target. Hann er með Target. Jókerinn er með Targetið. Já. Það er eitthvað orðins með þetta. Já. Það vandar sig aðeins meira. Þannig að er hann svona kastari. Hann er svona snöggur til. Já. 120. 180. Bótan er með þetta. Alveg með þetta. Hann er búinn að horfa á töluvert á greinilega Premier League í útlandinu. Það var frábært að horfa á síðasta fimmtak.
á Premier League í útlandinu þar sem þeir voru í Berlín. 43. Það voru 12.000 manns í salnum og þeir voru að spila í Mercedes-Benz Arena sem er sama höllin og íslenska körfuboltalandsliðið spilaði á Eurobasket 2015. Þar var ég í heila viku og ég var með gæsahúð allt síðastliðið 15. þegar ég voru að horfa á strákarna að spila pílu. Óbóðslega var það gaman maður. Það er sýnir það að við þurfum aðeins að fjölga í áhorfendaskalanum okkar. Já, sérðu, heldur að vera ekki gaman að hafa Laugardalshöllina, hafa spjald upp á sviði í höllinni og vera með 3000 manns fyrir aftan? Vá! Já, ég gera það þegar ég næ í vinstri hendinu, þá fer ég með þetta í gang. Þegar vinstri hendin kemur í gang, þá. Já, ég vona að Guð lofi að sá dagur renn upp. Já, einhvern tímann. Já, það gerist, alveg klárlega. Gerist alveg klárlega. 10 komnir. Það er kannski fyrsta skrefið hjá okkur að vera hérna á Sport TV með þetta. Já, það veit aldrei. Þetta er fyrsta skrefið átt að fræðinni. Já, það er spurning. Hver veit, Einar. 59. 59. Já, 170, nú kemur það. Nú er möguleiki. Já, því að ég býst nú ekki við því að Víti takir 150 þegar á þar áttur hans er virkilega góður pílukastari. Nei, ekki gera hann það. En 80 komnir, 73 réttir, þá fyrir henni í 19. Já, 99. 54 réttir. Vel gert. Já. Nei. 14 á toppurinn. Hann fæ tækifæri til þess. 59. 40. No. Vítur í jafna þetta gegn kasti. Já. Þá er hann búinn að ná og sattu tilbaka. Já. Já, hann vill fara í 36. Nú viljum við doppel 9. Já. 36. En 130, það er bara tilbúl. 20, byrja á því. Eða núna að reyna... 110, tilbúl 20 á bólið, það er bara hlutis. Nei, ekki eitt. Ekki næra því. Nei. 59. 59. Þetta er það sem að er hans veiki blettur í pílukasti. Einar að hann er ekki að halda einbindingun í þessu. Vel gert. Þetta eru 19 pílur. Þetta er of mikill leikur hjá honum. Já. Það er einhverjulega miklu vinnir. Já. Ára leggur 5. Já, 57. 57. Eru menn að nota þetta til þess að stilla sig af eða? Nei, þeir bara eru kaldir á triblunum og þá reyna nýjan sko. Reyna eitthvað annað. Já, 43. Það er ágætis leið. Já, þetta er hérna skulle ég segja bara spurningin bara hvar maður er heitur. Já. Þarna í augnablikinu. Já, þessi, hann er rosalega skorar, hann Vítur. Hann skorar alltaf rosalega. 100. Og hérna, þá er þetta svo auðvelt fyrir hann þegar hann er að spila móti leikmunni sem skora ekki móti, þá fær hann nóga tími í útskotum og þá er hann svo afslappar og þetta, hann er alveg mjög massífu spilar. 100. Já. En þú sér hvað þeir eru ólíkir þessi tveir. Já, alveg. Eins og dagur og nótt. Já, hann tekur sinn tíma og er alltaf með sitt kast. Vítur þráttur að suma pílunar fari í einhverja vitlausar áttir. Já. Svo kemur Einar og hann klárar þetta bara á örfáum sekúndum, þessar 3 pílur. Já. En þráttur þá séð að píla hjá hún ferðast alla hendi, sko. Já. 55. Það eru þessi svipriði sem að mér finnst sérstök. Mér finnst þetta svo sérstakt. En það er nú bara ég. 25, þetta er ekki nóg. En þráttur að hérna skulle ég segja þetta séu fáa pílur í þessum leikjum og þá eru þetta svolítið hægur leikur. Já, þetta er það. Það er ekki mikið líf í kringum þetta. Nei. 303 byrja ég alltaf í 19. 84. Ef ég tek 3x19, einfaldan 19 sem gerir 133, skilji 170 eftir. Þetta er þetta sem þessi menn verða nú að fara aðeins að skoða. Setja inn í höndunum sér. Já. Getur ekki haldið bara námskeið fyrir þessa menn í pílukast útreikningu? Já, það væri nú alveg magnað og það myndi nú fara í gang.
Þessi menn vita. Þú myndir alltaf ekki kasta í ritarana með hann. Nei. Svo nú, nú erum við 194 eftir. Það verður að fá tripla. 45. Já, það gekk ekki. Nei. Já, hvað gerir Vítor? Það er 60. Ekki annað en 60? Nei. Ekki. Ég vil sjá hann taka þetta út, sko. Já, herðu, hann fer alltaf niður í þess eftir. Ég var búinn að gleyma þessu. Nei, sérðu þetta? Svo er toppurinn. 134. Alveg rétt. Hann er mjög hrifinn af triple 19. Flott leið. Ég var ekki með þetta inn í haustum á mér. Ég var búinn að gleyma þessu. Þarna tók hann mig í bólunum. Já, vel gert hjá hann. Já, hann gerir þetta líka í 150, sko. Já, ok. Hann er grunnlega ánægður með triple 19 reyting. Já, 2x10. Æ. Þú verður að halda áfram hennu. Já, hann sér það alveg. Hann er að fara bara úr mynd eins og sagði ráðan. Já, hann er farinn bara. Já. Ég lýsi bara eftir húnum. Já. Þetta er nú svona ólíkitt á 12 Einar sem geti nú alveg dotti í kín og tekið út. Já, fyrir eitthvað niður líka. 76 vill hann eiga. 38 gerðir. Já. Það eru 78 eftir. 39. Svo gerir hann 39, hann er 77. Já. Hvað gerir Vítor? 22 pílur. Nú er hann í vandræðum. Nú er hann í vandræðum. Hann trúi ekki að sprengja þetta. Jú, no score. Hann ákvað að gera það. Jú. Jæja. Hvað gerir maður þá? 17. Já. Tekur bara 17, feitan 17, feitan 20. Nei, hann vil bara 21, sko. Hann ætlaði 57, sko. Já. Hann náði þetta 56 eftir, þetta er allt í lagi. Já, og svo er toppurinn bara. Æ. 37. En þarna er þetta, sko, ef þú tekur bara feitan 17, það áttu 60 eftir. Og feitur 20 og 220. Já, þetta er svona einfalt, sko. Það er einn hitt einhverja tripla, sko. Já, nú verður Vítor að gera svo vel að taka þetta, sko. Já, 2x1. Exið. Það er exið. Nei. No score. No score. Einar tekur þetta. Já, nú skulum við sjá hvort hann sýnir okkur einhverja stæla núna. Það er ekkert að sýna neina stæla, þetta er bara að klára þetta. Já, ég vissi það kemi. Já. 26 pínur, þetta er skrítið. Já. En þetta er eins og við sögðum áðan, Einar komst í 2-0 að því að Vítor kláraði sitt ekki. Já, og það er að gerast heldur betur. Já. Sérðu, svo byrjar Einar bara grimmur. Já, hann ætlar ekkert að gefa þetta aftur tilbaka, sko. Nei. Veistu, hann var á leiðinni að fara úr 2-0 í 3-2 tap, sko. Já. Það er sett eitt legg undir. 80. 140. Já, glæsilegt. Vel gert. 10. sinn sem að fyrir 100 yfir í leiknum. 28. Já, hann bara veifar áraðum. Fyrst bara fallots. Gerir þetta aldrei aftur. 60. Ég lofa því nú ekki að hann getur staðið við það. 120, koma svo. 125. En hann færði sig ekkert annað, sko. Nei. Þetta var nú eiginlega skrifað í skín. 100. Já, þetta er fínt skor. Það er fljúandi siglingu hérna strákarnir núna. Sko. 6. 26. Hætt að telja, þetta er ég. 21. Nei, 21. Það er Las Vegas. Já, Vítor þarf að fara að gera eitthvað núna til þess að koma sér í góða stöðu. 60. Já, 150, þetta er ekkert mál. Hann er 100 yfir. Einar svarar þessu bara mjög örugglega. 100. Já, nú byrjar hann í 19. Nú byrjar hann í 19. Já, ef hann Nei, hann er að fara upp.
Já, ég hættur að tala þetta. Hvað þetta? Þetta 90 gerðir. 90 gerðir, 60 eftir, já. Vegna þess að sko hann tekur oft í svona þrjafalda 19 sem þá gera 36 í afgang. Já. Og þá tekur hann dobbul 18. En ég var svo Vítor tekur þetta núna. Já, þá það nú. Hann gerir þetta núna. Nei. Það að koma fyrir kallinn, sko. Jæja, nú sjáum við hvað Einar hvort hann sé öflugur. Já. Sko, 60 gerðir, 12 gerðir. 72. 72 gerðir. Það hefði nú verið gaman að sjá hann taka þetta út. Já, það hefði verið gaman. Já, þá toppurinn eftir hjá báðum. Já. Og Vítor að vinna gegn kasti. Já, það það sem hann þarf. Nei. Nei. Hann ískaldur á dobbulunum. Ískaldur, sko. Hann fjarlæðist reitinn frekar hann að koma nær honum. Hann verður bara að reyna að finna eitthvað kraft í þetta og reyna að þrjuma þessu í bara. Stöngin inn. Og gerir það. Heldur betur stöngin inn. Vel gert hjá honum. Já, virkilega vel gert. Tókstu eftir hvað það voru margar pílur? Ég glemdi að skrifa. Nei, ég kíkti ekkert eftir. Nei, ok. Stöngglindi því. Jájá, 60, jájá. Áttatíu og einn. 140. Já. Einar sjóðandi heitur. Já. Hún ætlar að koma tilbaka. Já, þetta magnað að sjá. Nei. Þá bara þrumað í þetta maður. 80. Hann búinn að taka 180 ekki? Jú. 100. 100, fína pílur. Já. Einar 12 sinnum 100 yfir í þessum leik, Vítor. Einar búinn að gera það 8 sinnum. Já. Það jafnt á köllunum. Það jafnt á með þeim, já, heldur betur. 3 og 320 eftir. 100. Já, Vítor heldur áfram. Já, gerir það vel. 83. Já. Vítor þarf allavega taka 3-20 hérna ef hann hittir ekki driblana. Þá skilur hann sig eftir í ágætis útskoti. Já. Og nú má ekkert klikka, sko. 100. Já, 120. Sankaði eftir. Það verður gaman að sjá það, vera að klára hérna einhvern tíma. Já. Nú, hann fyrir niður. 59. Hvað gera þetta? Ég veit ekki, það er spurning. Hann 120 á Vítor og fyrsta bíla í. Já. Þá verður það. Og svo. 5. píluleikur ef þetta takst hjá hann. Já, við verðum að trúa því að þetta takist. Það verður gaman. Mista aðeins einbeitingu þarna. 100. Þetta kannski lýsið dæmi með Vítorkallinn að hann búinn að vera í vandræðum með doblana. Já, hann að skora vel eins og þú segir, sko. Hann búinn að gera þetta virkilega vel, sko. Hann fær nú nægan tíma til þess að taka þetta. 82. 10. Já. Hann nú þekktur fyrir það. Game shot. Já. Pílu, sko. 16 pílur. Það vel gett honum. Vel gett. Já. Herru, þá leiðir Vítor með 4 leggjum gegn 3 frá Einari Möller. Já. Þannig að það er spurningin, Einar á að vinna þennan legg. Hann byrjar. En það verður bara að koma í ljós. Þetta er ekki nægilega gott. 26, erfiða leiðin. Erfiða leiðin 26, já. Og maður sér það bara, mér finnst Einar ekki eins einbyttur og var þegar hann byrjaði leikinn, sko. Hann er einhvern veginn búinn að missa hausinn, sko. Já. Ég held að hann sé bara að gefast upp á verkefninu. 140. 140. Þannig að eins og þú segir, Vítor að skora vel og hann á að vera búinn að gera út þetta en þetta er spurningin. 10. Já, Einar er að henda hanglaðinu.
Já, hann er farin að hrópa. En þú sér það sko að þegar að Vítor spilaði á móti Þorgeiri Guðmundsssyni í fyrsta kvöldinu, þá spilaði Vítor með eitthvað skor upp á 80 meðtal sko. 45. En og hann hitti alla dobla sko. Já, akkurat sko. 28. Þannig að þeir getur verið með einhverja svona 15-16 pílu leiki upp á hvern einasta legga ef þeir taka þetta út í fyrstu pílu sko. Já, akkurat, en því er bara ekki fyrir að fara núna, það er bara svoleiðis. Það er bara þannig. Já, það er eitthvað smá sökkilsi en það þarf ekki að gera það. 28. Nei, það þarf ekki að gera það. Nei, hann er þarna... Hvað gerir hann? 28? Já. Já, eina minn, nú verður að vakna. Hann þarf að gera 150 eða meira til þess að jafna þetta bara. 85. Já, hann gerir það ekki með þessu. Nei. Það eru 60 stig á milli þeirra. Það væri... 99 nákvæmlega. Sérðu, Karlinn. Einu viðbót. Nei, hún datt niður fyrir. 140 samt er líka allt í lagi. 140. Það er bara tekið, tölunar eru teknar eftir pöntun. Gummi Friðbjörns bara með þetta. Kallar þetta bara inn. 62. 62, já. Þetta er allavega allt í lagi, ég meina... 12 pílu leik og kom inn sko. Já. Og aftur. 88. Já, það taka aftur. Hættu þessari vitleysu. Hættu þessari vitleysu. Já. Koma svo. Hann 48, toppurinn eftir. Toppurinn eftir. 128. Þetta var flottar pílur hjá. Þetta eru flottar pílur hjá, þetta var flott hugsun. Já. En þarna er eins og þú segir, sko, það er útskotið sem skiptir máli í þessu, sko. Nú má hann ekkert fara að lenda í einhverju ströggli núna, þó að hann séu, sko, 220 á millið þeirra, sko. Hann tók í fyrstu pílu á hann. Já. Þannig 5. Þarna á tímabilið þegar átti ég vandræði með þessar leiðinda tölur sem hún kallar hana. Já, mér finnst það fúllir þetta. Þá setti ég nokkur sem alltaf bara í tvistin og tók út doppel 4. Já. Bara að því, það skiptir engum máli. Nei, þá ertu að hægra meginn á spjaldinu, sko. Mér finnst það... 98. Mér finnst það skemmtilegri tala að gera það svoleiðis, sko. Núna geti þetta farið svo, ef maður lendir í vandræði með þetta, þá geti Einar tekið upp á einhverju ótrúlegum hlutum sem hann hefur ekki sýnt í kannski í kvöld. Nei. Þannig að sér það. Vítor verður að taka þetta út, sko. Þannig að hann fara með 6 pílur í útskot. Já. Þetta er... Ég skal lofa því að það verður tekið á þessu. Gerir 8 og þá var hann X eftir, ekki þann útskara. Já. Við sjáum til. Sérðu Einar? Sérðu hann? Vá! Sagði þetta. Þetta er hlutum sem hann gæti átt. Já. 30. En núna er hann lengi að sækja pílurnar og smá sjóf og reyna að taka kallina taug. Já, það eru öll trikksin í bókinni. En klárlega sérðu núna. Þetta er ferlegt, sko. Já, klárlega lélegast í leggurinn á þeim strókum. Þetta er... 26 pílur. 27 pílur. Ætlaði hann að grípa píluna? Já, ég veit ekki. Mér fannst bara að kasta þessari pílu þvert á spjaldið bara. Jæja, Vítor. Þorgeir Guðmundsson segir fyrsta pílu fyrir og svo næsta í takk. Nei, hann fjarlæðist. Hann fjarlæðist bara. No score. Nú er hann búin að taka 9 pílur. Já. Game shot. Já. En lélegast í leggurinn í kvöld, 28 pílur. Það var ótrúlegt, sko. Já, þetta var alveg ótrúlegt. Þetta er rosalegt. Úttektin skiptir öllu máli. Það vita allir pílukastarar, sko. Þetta er náttúrulega bara ekki hægt að bjóða upp á þetta. Svo grítir hann í 60, sko. Eins og það sé borgarverða. Já. 140. Þú veist, maður er bara í sannleika sagt, þú veist, auðvitað er gaman að sjá þetta skor, en maður hefur bara ekki trúið því að hann klikkaði úttektin á hann og maður hefur á tilfinningur að gera það aftur. Því miður. Klárlega rétt. Þannig að þetta er sérkennilegt að sjá þetta, að menn skuli ekki nota tækifærið og taka þetta út. Sér hann hittir alla tripla sem við Já, smellir í þrefaldarreitina alveg endalaust. Já. Alveg ótrúlegt, sko. Meðan Einar er að svona... Bara mallar þetta niður svona hægt og rólega, sko.
Lágmarki 60 Vítor til þess að taka át góða tölu 167 þá. Já, allt bara áfram. Á alveg tölu hérna sko. 167 eftir. Ég held að býða til einhverju sleggju hérna sko. Já. Ég vil fá að hoppa upp á borð hérna fögnuði þegar ég taka út stóru tölu. Já. 100. Vel gert hjá Einari, fylgja þessu bara á eftir. Já, hann hefur komist upp með að vera langt á eftir. Já. Það áfram bara, það 41. 126. Sérðu, hann farin að skjálfa. Herðu, 126, þetta eina af mínum uppbóðs útáttartölum. Hann byrjar í þrefalda 19, takk. Já. Og svo tekum við einfalda 19 og búl, en kannski ekki í þessari stöðu. En þetta einlegin, 66 eftir. Já. 56. Hann tekur 16 bara. Já, skilur sér eftir á topnum. Þannig að hann spilaði bara eins og 86. Eins og hann á að gera þetta. Hann Einar á ekki sens. Nei. Þá hann ekkert að leika sér að spjalla. En þá verður maðurinn að gjöra svo vel að taka þetta út í fyrstu pílu. Og sjáum hvort hann náði því. Ég verð svektur ef hann notar ekki eina af þessum þreymur, sko. Já. Þetta satt. Ég held að landslistþjálfarinn verið mjög óhress með útkomuna þessu. Ég held að Vítor verið settur svona til hliðana í dobbul. Það er búin að fara ótrúlega illa með útskotin hjá sér. Alveg hreint ótrúlega. Það var nú gaman að fá skilabáð frá landslistþjálfarinn með það að segja okkur hvað prósentuhlutfallið hans í doblunum. Já. 80. Sérðu þetta? 2x10. Jæja. Game shot. 19 pílur. Hann tók 4 pílur útskot af 19. Já. En hann núna, Einar að byrja og nú þarf hann bara einn leggan Vítor. Já. Og ég hef nú trú á því að það sé. Hann klárið það sko. Já, við sjáum til. 26. Sko, þetta gerist annars lagið. Já, þetta gerist á bestu bæðum. Ef að Vítor vinnur þetta, þá var þetta fyrir leiknum. 137. 37. Já, hann að skora alveg ótrúlega vel. Það verður nú gaman að sjá hvað meðaltalið væri hjá honum ef við hefðum 140. möguleika á því. Já. Stóð nú uppu leikurinn að Sigga á móti Halla, það var flottur leikur. 85. Þetta nú líka flottur leikur. Já, hann skemmtilegur, það mikið skorað í þessu sko. Þetta er 16, 17, 19, 19 bílutinn sem hann meðan Vítor. 28. Þannig að þegar Einar að vinna leikina þá það yfirleitt yfir 20 bílur. Já, 21 píla plus sko, það 19 pílur hérna, leggur 2. Já, þannig að það 135. Þetta ekki fyrsta skipti? Nei, þetta ekki fyrsta skipti. Og síðan hann 160 hundunum og Einar byrjaði að kasta. Já, það ótrúlega. 60. Hann alveg frábær þessi bílukastari. Já. Nokkrar æfingar í úttektum væri ákjósanlegt, væri gott fyrir Vítor. Það væri æskilegt. Já. Það er spurning hvort hann ætti ekki að fjárfesta sér í æfingarspjaldi sem með helmingi mjórri tvöföldureitum og kasta bara á það sko. Svo þegar hann fyrir að kasta á svona vennileg spjald sko, þá er þetta svo stóri reitir með hvað hann æfir sér. Já, þessi spjöld eru til, það er bara þannig. Hann getur hringt í mig, ég skal lána hann mitt. Já. Sérðu? Já. Þetta var vel gert sko. Þarna tekur hann 14 pílu leik sko. Hann alveg frábær kastar þessi drengur. Já, þetta er ótrúlega vel gert sko. Og ef hann hefði hérna skal ég segja ekki hleypt Einar inn í þetta með þessu lélugu doppelláti hjá sér þá hann tekið þetta 6-0. Já. Óheppinu að Við fáum Vítor til okkar.
Svona áður við förum að ljúka útsendingunni. Næsta útsending hjá okkur, hvenær verður hún? Er það á miðvikudaginn eftir viku eða er hálfur mánuður í þetta? Það er hálfur mánuður held ég í þetta. Það er hálfur mánuður í þetta, já. Ég held að sé hálfur mánuður, en það er hægt að fylgjast með þessu öllu saman á netinu. Já, það er allt saman hægt. Góða kvöldi. Góða kvöldi, Vítor minn. Fyrsti sigurinn var kærkominn núna. Já, þetta var erfitt samt, sko. Mér finnst ég verið ekkert að spila nú vel, sko. Ja, sko, þú ert að skora alveg svakalega vel en ríkalega ertu lélegur í doblunum. Já, það er bara, þetta snýst það þegar maður missir þennan fyrsta útskot, sko, í fyrsta leikinn til að vinna og svona, fyrir maður hafa svona hefasemdir. Maður missir svona sjálfstöðst svona pínu í doblunum til að klára það leikinn, sko. En já, þetta á uppleið, sko. Sko, við tókum eftir því að leikirnir sem Einar var að vinna í þessu, þessu leik var það var eiginlega þú sem hleyptur hann minniði með því að vera að vinsa doblana. Hann var ekkert að skora neitt óbúslega mikið, hann kom smá sprettir en hann var ekkert að sína neitt kast í kvöld. Nei, en kom á réttum tíma, sko, til að setja pressa á mig, sko, og ég með mínu svona lítinn sjálfstraust í doblunum, sko, hleyptum honum inn og hann hitti það, þannig að hann áskilið þá sigurinn sem hann fékk, sko. Já, þetta byggist alltaf á því. Nú er það næsta landsliðsverkefni, það er Finnland. Já. Þú ert þar inni? Já, það er víst. Ég var valinn í liðinu, sko. Og þú ert að fara til Færeyja? Já, líka það, já. Næstu helgi. Og þú varst í Litháen? Já. Nýlendur. Bara mjög vel, sko, mjög vel. Ég náði að skora 125 stig. Ég náði sem sagt í 16 manna. Já. Og það er þannig að við spilum með úrvalsspilara, sko. Það er engin lélegur, sko. Nei. Og þannig verður að sína bara, verður að taka út þegar þú fæði sens að þið taka út, annars ertu bara úr, sko. Það er engin svona... Það er bara útsláttur. Það er útsláttur. Og stundum maður er flengtur og stundum maður gengur bara vel, sko. Þannig að maður verður að spila sína leik og sína fram að því að maður getur eitthvað, sko. En það er nú stundum þess eðlis að maður þarf að láta flengja sig til þess að geta gera betri í bílgaspilu. Já, það er víst. Maður lærir af reynslunni, sko. Og að tapa er líka reynsla, sko. Nú er þetta aðeins bara þéttast aðeins Siggi Alla að taka forskoti í þessari úrvalsdeild. Jobbi, hann tapaði sínu fyrsta leik í kvöld. Þú ert búinn að tapa einum og vinna 2. Já. Þetta er barátta. Pétur vann sinn fyrsta leik. Þetta er svo gaman að hafa þetta spennandi, sko. Maður verður að gera allt fyrir árvindum, sko. Já, við líst vel á þetta. Það er þannig, sko. Hamingju með sigurinn. Takk fyrir það. Og gaman að sjá þig. Til hamingju Vítor, flottur leikur. Takk fyrir það. Og gaman að hafa ykkur hér með okkur, sko. Þið standið ykkur mjög vel, sko. Takk kærlega fyrir þá. Takk. Sömuleiðis, frábært, hlökkum til næsta kvöld með þér. Takk fyrir. Já, það er ótt að segja það að okkur hlakkar mikið til að sjá næstu viðuregnir og áður en við svona lokum þessari útsendingu þá er svona réttast að fara yfir úrslitinn í kvöld. Fyrsti leikurinn í kvöld klukkan 19:30 var Jobbi á móti Þresti þar sem að Þröstur sigraði 6-3 eftir að það var allt í járnum í fram að 5. legg þá tók Þröstur sig til og sigraði þarna 4 í röð og kláraði það verkefni. Leikur 2 á dagskránni í kvöld var aldeilis frábæri, það var Siggi á móti Halla og það var Siggi sem að sigraði það 6-3 og frábært skor í þeim leik. Við fengum þar útskot upp á 100 frá Sigga sem var mjög skemmtilegt þar sem hann tók 20 sinnum toppinn. 20 sinnum toppinn. Já, 20 sinnum toppinn, það var virkilega skemmtilegt. Leikur nr. 3 var einnig mjög skemmtilegur þar sem að Pétur Guðmundsson sigraði Þorgeir Guðmundsson 6-4 og þar fengum við hæsta útskotið í 3. leiknum 122. Það var virkilega skemmtilegt. En svona síðasti leikurinn í kvöld var það Vítor sem við heyrðum í hérna rétt áðan sigraði Einar Möller með 6 leggjum gegn 4. Þar var hæsta útskotið í þeim leik 74 og 14 píluleikur og það voru 2 svoleiðis 14 píluleikir. Það var Siggi Alla og Vítor sem náðu því og það er gaman að segja frá því. Við fengum 5 tonn 80 í útsendingunni í kvöld. Þannig að það er nú ágætt að fá það svona til okkar. Sérstaklega við erum að tala um þetta er hámarki hérna skal ég segja 6 leikir sinni 4, þetta er 24 leikir. Já. Þannig að þetta er nú ágætis meðaltal núna með það sem þeir eru að sýntinga til. Já, ég var að segja það. Algjörlega. Og gaman að sjá bara hvað þéttleikinn í bílunni er kominn. Siggi er hrikalega sterkur og Vítor er hrikalega sterkur. Já. Það verður gaman að sjá þegar þeir mætast. Heldur betur. Það verður flugeldasýning. Heldur betur. Þangað til næst. Þeir fylgist bara með á netinu.
Ekkert annað, Pílan, það ekki, Pílan.is. Jú, Sport TV vantanlega með tilkynningar. Þetta út allt. Fylgist bara vel með þessu. Páll Sævar Guðjónsson og Guðmundur Halldór Freyrbjarnarsson þakka fyrir sig í kvöld og bjóða góða nótt. Góða nótt. Is coming. My son, it is your time. Confrontation ain't nothing new to me. The Black Panther lives.